Hversu leiðilegt að flytja líka? Hversu leiðilegt að vera með bakveikan hund? Ég þarf að halda á henni niður og upp, alltaf. Svo ég En ekki að laga hana? Nei, ég er bara vesen á henni. Farað með þetta dýralækni, svo það strax. En ég er með hana, sko, hún er í nutti. Hún fer 3 í viku í laser fyrir nutt. Er hún í nutti? Já. Hvað degur í gangi maður? Pulla í nutti? Það er bara dýraspítal í Garðabæ. Ég fer í hverfið þitt auðvitað þegar ég fer með henni nutt. Það fer í alvöru nutt? Já, hún fer í alvöru nutt. Vonandi eitthvað dýralækni sé að hlusta, sem getur lagað pullu. Já, það væri algjörlega. Þú varst að segja mér daginn að pulla geti endað þannig að hún verður bara með rassinn í svona byggar og dekk undir. Já, það geti. Hvernig gerðist þetta eiginlega? Það er bara skellur. Hvað gerðist? Það gerðist ekkert sérstakt. Er ég þetta að giska? Mataræði? Nei, þetta er ekki mataræði. Hún er hræðileg mataræði. Maður alltaf sjá hún að geta sama viðbjóðan og þú. Hún er geta eðlur. Nei, já, hún er bara mjög fínu mataræði. Hún fær kannski af og til smá eðlu. Klukkan 3 á nóttu fær hún eðlu. Já, sko, en það er ekkert að kenna mataræði um þetta. En það er mjög eðlilegt að þessir hundar þeir verði bakveikir eftir svona 9-10 ára, ekki? Jú, Þinn er 1 ás. Hún er 2 ára. Það er talað um að menn fá, hundar sé að fá þetta í bakið, svona, kannski eftir 10 ára aldur. Já. Þú ert með eina 2 ára sem er bara að fara detta á hjól. Já, og svo er ég að eyða rosalegum peningum í að flytja líka. Þetta er skellur hún að skell. Sko. Þetta er skellur hún að skell. Ég vona að pulla endi ekki á svona hjólum. En, það er því sannlega stærsti skellurinn. Sko. Svo líka svo agalegt þegar maður er að flytja. Af því að ég ætla ekki að sigur það. Ég er heimskur í öllu svona. Nei, ég gáður í því sem ég hef vita á eins og bara íþróttu, ég get farið í svona spurningaþætti. Ég get ekki hengt upp hillu eða mynd án þess að þetta sé allt skatt. Það er endur ekki spurningum að heimskur, þar eru við bara auðmingir. Ég þarf bara að fá hjálp við allt. Ég er bara með fullt hús af félögum og ég er búinn að fá greiða hér og þar, það er bara fullt af fólki núna. Mér líður vel í líkama mínum þegar ég er búinn að skipta um peru. Það finnst mér að ég vera maður. Þú veist að ég slæ allt út að ég skipta peru. Ég skýt þetta við. Ég ger eiginlega ekki neitt sko. Ég er það lélegur sko. Ég er bara... Þú ert með allt niður þig. En svo það sem ég ætla að segja, þú ert í svona flutningum, það væri hægt að senda mér reikning fyrir einhver sem ég hétu, varstu búinn að borga tongreikningin? Nei, hvað er það? Já, náttúrulega skipta um hverfið, þá þarf að tonga þetta. Já, hvað er það mikið? Þú færi bara endalausar reikninga og maður bara einhvern veginn veit ekkert hvað maður gera. Nei, ekki neitt. Og svo er þetta líka með allt sko. Þú veist, ef ég sé kónguló og eitthvað svona inni, ég kalli konuna. Ég kem ekki nála svona. Ég er hann fýtt þar. Ég hata kóngulur. Já, ég kem ekki nála. Það eru saklausar. Nei, ég hata þér. Kónguló er aldrei gert með neitt. En við skulum hætta ræða vælið í Steinda og fara frekar yfir það sem skemmtilegt er og það er þáttur dagsins. Og hvað ætlar að bjóða hlustendum upp á í dag? Við erum með, símat sem við gerðum í síðustu viku þegar við vorum að fara að vera veislustjóra fyrir Bónus. Já, það er hárið. Að spila það hérna í þættinum. Já, einmitt. Það er hressandi. Við erum með augljósar staðreyndir í dag, sé ég. Það eru mjög augljósar í dag. Já, þú ert búin að skrifa það hérna inn á. Já, það eru mjög augljósar. Svo erum við með sturla staðreyndir líka eins og alltaf. Við erum með kort betur frekar. Hvað stendur hérna? Spurt og svara? Já, það er spurt og svara. Ég ætla bara að segja. Já, staðfæst, ég með þetta. Það er bara því að mjög mikið spurningu dóttið. Já, svo erum við með nýjan lið sem verður örugglega aldrei aftur og það er svona engamálið að Rauða torgið. Já. Við bjuggum allir til auglýsingar fyrir hvern annan sem við myndum lesa inn á svona símsvara fyrir Rauða torgið ef við verðum að reyna að komast á stefnumót. Já, algjörlega. Og þetta var svona, við vorum að hugsa svona hvernig þetta var í gamla daga. Það var ekki Tinder, það var, þú veist, Facebook var ekki dottinn og kallmenn til þess að fá date í gamla daga. Þá þurftur bara að leggja inn auglýsingu á Rauða torgið. Já, og við gerðum 3 svoleiðis. Já, við gerðum 3 svoleiðis og það verður mjög spennandi að heyra. Ég er mjög spenntur fyrir þinni sérstaklega. Ég veit að það verður eitthvað ógeðslegt. Nei, alls ekki. Við ákvæmum að skrifa þína. Bara virkilega jákvæða og skrifa hana vel upp. Og reyna að redda þetta. Það er mjög líklegt. Svo erum við með, við ætlum að taka karaoke og svo sem við myndum tapa karaokeinu þurft að fara út í flauta fyrir flík. Já. Við höfum ekki verið í karaoke nýja flauta fyrir flík lengi. Sko, ég hef rifið mig úr á ofan og ég hef verið hérna og núna út á götu, hérna, beint út á Miklubraut. Já. Við hliðin á 365, skaftahliðinni, á bömbunni, oftar en einu sinni og oftar en tvisar. En þjóðin velur hver tapar karaokein og taparinn fyrir út og gerir niður í sig. Taparinn fyrir út og fer úr fötunum og það verður sett inn á Snapchati. Mér finnst fair að ég myndi sleppa þetta, en við sjáum til. En þú er nú bara komist að því bæðið með íbúðinina og pullu að lífið er ekki fair. Þér að hlusta á FM 95 Blöð. Hér á FM 957 það er Steindi Jón, Egill Gils og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega föstudegi.
Nákvæmlega strákar, það nóg framundan, þátturinn var að byrja og ég ætla bara að bjóða hlustendur enn og aftur velkomna að útvarpstækinu. Og það er komið að slúðri. Og það er komið að slúðri, já. Ekki íslensku, þetta er erlend. Þetta er erlend slúður og ég er með svona ágætispakka handa ykkur. Ég ætla að byrja á aumingjanum Chris Brown. Hann var að skýta á sig og samkvæmt batsmóður hans, þá var hann að skýta á sig. En dóttir hans sem heitir Royalty, skemmtilegt nafn. Royalty, hún var eins á sem helgina og Chris Brown, ræfillinn sem er pappinnar, mætti ekki í veisluna, sendi dóttir sinni ekki gjöf og tók ekki þátt í kostnaðinum sem var á ammælinu. Ammælið var neitt haldið á Chuck E. Cheese, þannig að getur nú ekki að kosta það mikið, fjandinn hafið það. En einhvað að síður að... Hvað djöfis skýta allir þetta? Já, ég er svo langt að vera tím Chris Brown og það er rosalegt. Hann er flottur dansari, góður söngvari og ágætis lög. Hann virðist bara ekki alveg vera að höndla þetta allt saman. Nei. Ég var ekki að berja konur ára hann að svíkja barnið sitt. Hann að salta barnið? Já, og... Það er svona, þú mátt ekki salta börnin, sko. Það má ekki. Allavega, sko, láta sig á sig og koma með gjöf, við það ekki. Jú. Ég meina, að þú ert í vesenu með að finna einhverja gjöf, þá... Nýja Guzman sem er basmóður Chris Brown, hún er ekki ánægð með hún. Nei. Og segir hérna sjálfa, hann sé aumingi. Segir það? Já. Ég á svolítið til, sko, En fólk, Chris Brown segir hann hafi verið á Miami að taka upp vídeo með Pitbull og gat því miður ekki mætt. Ok. Já, það er góð afsökun. Hann á að gera Pitbull alltaf. Já, hann sendi gjöf þá allavega. Ég meina, þú veist... Það er brjála að gera hann. Já, Pitbull er að vera svona eins og Akon. Hvað er langt sem maður heyrði í honum? Hann er næsti Akon. Nei, hann er ekki næsti Akon. Jú, allir sem þú fílar, þú dyrkar Akon, sagði hann væri snillingur. Ég dyrkaði ekkert Akon. Að senda bara, veistu hvað er besta trikkið? Að þú ert í ykkur rugli og finnur ekki gjöf. Sendi einn rauðan bara. Já, þú bara setur einn Jón Sigurðsson í kort, bara til hamingju mamali gamli, og skrifar það. Ef þú ert miljardamæringur eins og Chris Brown og þá er helviti slæmt að senda einn rauðan á Chuck E. Cheese og segja hæ til hamingju með daginn, kveðja pabbi. Ég hef oft gert þetta. Við dóttiðina, gafst þér neitt rauðan? Mástu, ég gaf þér í ammálskjöf. Mástu, ég gaf þér bara, ég gaf þér 500 kall í kort í umslæði til hamingju með daginn. Enda kvartaði ég ekki. En ég er ekki svonuðin sem betur fyrr. Svo er það fleira fréttum þá að ég vil að fara að gera nýja seríu af Buffy the Vampire Slayer með Sarah Michelle Gellar. Veit ekki með það? Sko, mjög vel. Já, veistu hvað aðdáendur það? Nei, en veistu hvað Buffy seríurnar eru vinsalar og nördarnir elskita, sko. Já. Þeir elskita. En ég fattaði bara því að ég las þessa frétta. Það er helviti langt síðan maður sá Sarah Michelle Gellar eða Freddie Prinze Jr. manninnar í einhverju. Já. Þetta voru aðalstjörnundar þetta fyrir nokkrum árum. Þau eru saman. Það voru gift. Já. Ég var til að sjá Freddie Prinze Jr. Koma eitthvað aðeins í þessu líka. Ég held ég hef ekki bara séð hann síðan hann lék barnapíuna væmnu í Friends. Hefur hann fengið hlutverk í hann? Hann er basically með allt niður úr síðan. Það er ekkert að gera hann. Nei. Ekki neitt. Ég var samt hafði ekkert á móti honum. Ég var alveg tím Ég Freddy. var mikill Freddie Prinze maður. Ég veit það ekki. I know what you did last summer. Já, og flottu þar og She's All That. En af hverju She's All That? Af hverju er þið mikli Freddie Prinze Jr.? Það er topp maður. Ég er ekkert endilega hans maður. Ég hef ekkert á móti honum. Ég er mikill Freddie Prinze maður. Ég heyri það. Ég sakna hans. Það kemur ekkert óvart að þú saknar hans mikið. Kannski var hann hlutverk í Buffy. Ég horfði mér sá daginn Did last summer. Horfður á Scooby-Doo 3? Já, svo færði það þetta er góða punktur í ástindi. Fór ekki ferillinn svolítið í vaskinn þannig að fór henda sér í Scooby-Doo mynd. Scooby-Doo var frábært mynd. Scooby-Doo var ekkit frábær mynd. Bara 4,9 á IMDb. 4,9. Já, spáðu hvað það er lélegt. Vá, það er bara svo Mall Cop 2 sem ég mun aldrei fara á. Samt ég í þvílíku tím Kevin James. Já, ég skil ekkert í ykkur strákar. En ég fór allavega, svo við styrum að tala bíómyndir, þá verði ég að henda það. Ég fór á Mad Max í bíó. Geggjuð. Og það er einn besta. Það er einn besta. Það er ekki róleg sekúnda í henni. Já, hann inni. Ég elska action. Þú hefur ekki tíma til að fá þig pop. Nei, ég elska action. Já, þá ferðu hana. Svo í lokin, Justin Bieber, maður er oftast með leiðindafréttir á honum. Ég er nú í Team Bieber, en hann var nú að gera góðverk í vikunni. Þar sem hann mætti óvænt í brúðkaup fyrir gefið á 5. daginn og söng lagið I'll Make Love to You fyrir hjónin í veislunni. Og þetta, hann þekkir liðið ekki neitt og þetta var bara eitthvað sem hann var beðin og ákvað bara já, ég ætla að gera þetta. Mætti. Segja þér hvernig The Celebrity World virkar blöð. Ég segja þér henni að vera leiðilegur. Já, gott með það. Sko, þetta virkar ekki þannig að Beep Machine var heima og svo hugsaði með sér, ég ætla að fara heim til þess að og syngja hérna I Wanna Make Love to You. Á hverju talar það svona við mig?
Það ekki þannig. Finnst þér ég vera svona eða? Hann er með 7 PR-menn í vinnu og einn gæði hefur sagt bara beat machine, hvað tiltverðast niður þetta? Það er búin að berja ljósmyndara. Heldur hann kallar beat machine? Þú er búin að vera á dælunni, út með allt lórið niður þig. Þú gerir þetta. Það er par hérna að fara að gifta sig, út að fara að koma óvænt í gæðsálöpum, út að fara að syngja lag, það tekið upp, þetta verður væral, þetta er snáklar sem er að gerast. Ég nönnu þessu ekkert maður, þetta er bara að gerast, Bíber. Þetta er svolítið. Þetta er það sem hefur verið. Heldur að hann hafi verið bara heima. Svo hefur hann bara kýlt inn á rauða skúringa og mætt. Nei, er það ekki tím Bíber? Jú, ég elska. Ég bara segja hann ákvaða þetta ekkert blöð. Nei, hann alltaf mætti. Þú ert að vita hvernig Celebrity World virkar. Þú ákveður aldrei neitt sjálf. Ég mætti óvænt í barnaafmæli. Ég veit að Jókeki ákveður allt fyrir því. Já, það var það. Jónkuna Gerdal er alltaf að læna barnaafmæli fyrir þig. Það fyrir allt í grunni Gerdal. Það er ekki. Þá mætti ég bara óvænt eftir ég fekk bóðskort í gegnum lúuna heima með mér. Það var enginn eitthvað, þú mætir. Hún búin að vera með allt niður í þeim. En vonandi var Bíb bara að gera þetta af góð mennsku. Ég trúi því. Já, algjörlega. Þetta var slúðurpakki dagsins. Ég er með mólaðirna líka til dæmis. Þessi mólaðirnir eru orðnir. Nei, ég er með góða móla til dæmis. Það var nú Nicolas Cage. Já, ok. Það er, hann var að lenda í... Ef það er eitthvað kanin í þessu, þá slekkja það bara. Nei, það er ekki kanin í þessu. En hann var á Burger King núna út í New Jersey. Og það var Akkur lest þetta aldrei aflinn? Ég var að lesa þetta rétt á hann. Eins og núna, þú sérð mig, ég var að lesa slúðrið. Ég þurfti að vera með tölvuskjáni þannig fram að mig til að lesa hvað var að gerast. Þú ert ekki að horfa á neitt. Ég var að lesa þetta, en hann var að kaupa sér þarna Whopper og var í einhverju góðum gír þarna. Svo kemur í ljós að þeir geta ekki gefa hann tilbaka pening. Og peningur er búinn þarna. Þú veist, það er ekki til peningur í kassanum. Allir peningur var búinn í Burger King. Það er bara akkurat þetta að nýpa og tæma staðinn og svona menn. Já, var verið að sækja peningin. Yfirmaður segir við mig, við leggjum þetta inn á reikningin, mismuninn, bara leið, þetta er bara kannski eitthvað 1000 kall, eða 500 kall eða eitthvað svona, þú veist, þetta er ekki neitt fyrir Cage. Og hérna segir bara, við leggjum þetta bara inn á þeim bara leið og við getum. Bara takt í hendur á mér og treystu mér. Þá segir hann við hann, leið og sagði, bara treystu mér við hann, ætla að leggja þetta aftur inn á hann. Þá kremur hann Whopperinn, hendur honum í gólfið og segir sorry boss, but there's only 2 men I trust. One of them is me, the other's not you. Er þetta ekki Conor? Þetta er rándýr lína úr Conor. Þetta sagði hann að Burger King að því að það var ekki til peningur þar. Laugardaginn 6. júní taka gleði og hamingja völdin í miðbæ Reykjavíkur. The Color Run litarhlaupið í boði lyfjafyrirtækisins Alvogen fer þá fram. Lagt verður upp í 5 km skokk sem allir geta tekið þátt í. Litarhlaupið snýst skemmtilega upplifun þáttakenda, helling af litapúðri og tónlist til að gera daginn algerlega ógleymanlegan. Hlaupið verður frá Hljómskálagarðinum miðbæ Reykjavíkur og endað aftur á sama stað. Tekið verður á móti hlaupurum með sannkallari partystemningu og litabombum. FM 957 verður á staðnum með beina útsendingu úr uppbytunarpartíunum morgunin þar til yfir líkur. Verður þú 7. júní í litalaupunni í Hljómskálagarðinum. FM 957 og The Color Run by Alvogen. Eftir 7 daga grínistinn Jason Rouse. She asked me to warn her when I was gonna come, so I farted. Ögrandi og öskrandi fyndu uppistand. What more of a warning do you bitches need? Tryggðu miða á miði.is. Gefðu þér tíma. Bolli. Léttur. Doritos. Fyrir á djörfu. Til að hefja nám í hagfræði, hjúkrunarfræði og lögfræði við Háskóla Íslands þarf að þreyta A-próf. Prófið verður næst haldið 20. og 1. mars. Þú ert ekki að leggjast í einhvern próflestur, þetta er bara að mörgu leyti common sense og eitthvað svo búin að vera að læra. Umsóknarfrestur vegna A-prófa er til 13. mars. Láttu bara að, farðu bara í A-próf. Velkomin í Háskóla Íslands. Nýja fasteigna-appið býður upp á möguleika sem aldrei hafa áður þekkst við fasteignaleit. Kíktu inn, það er opið allan sólarhringinn. Fasteignir.is. Breska indie-rocksveitin Alt J. Núna á þriðjudaginn í Vodafone-höllinni. Örfáir miðar eftir. Miðasala á miði.is. Túborg kynnir Eistnaflug dagana 8. til 11. júlí í Neskaupstað. Nánari upplýsingar á eistnaflug.is. Ekki vera fáviti og mættu á Eistnaflug. Túborg, léttöl. Gróskan er hreint ótrúleg. Potturinn stefnir í 30 græn gljáandi milljónir á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Sumarið hefur aldrei hljómað eins vel. Nú streymir þú tónlistinni fyrir 0 krónur með Spotify Premium á farsímanetti Símans. Þú getur meira með Símanum.
Túborg og Reykjavík Innkynna. Í 10. sinn á Íslandi, Icelandic Tattoo Convention, dagana 5., 7. og 7. júní í Gamla bíói. 25 tattoo-listamenn sem koma víðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention 2015. Ale House Burger með tignarlegu beikoni og áhyggjulausum frönskum á Fredriksen, Hafnarstræti 5. Cannondale Synapse og þú ferð lengri leiðina heim. Hjólabúðin G&P, Faxafinni. Það Hamborgarafabrikan sem færir þér FM 95 Blö á silfurfati. Glóðargrillaða. What's up y'all, I'm Beyoncé. Topp tónlistastöðin á FM 957. Já, fyrir að hlusta á FM 957. Búið að vera kaldasti maímánuður sögunar á Íslandi. Já, hvað að gera? En það létt yfir okkur félagunum. Ekki sögunar, var þetta ekki kaldasti maímánuður síðustu 30 árið eða eitthvað? Já, var einhver að tala um það? Já. Það bara hannig. Það líka ekkert eðlilegt að maður í úlpu og bara kallt. En akkur það allir að tala um jarðskjálfta núna á netinu. Ég fann ekki neitt. Nei, ég fann ekki neitt heldur. Það vitleysi þetta. Það var eitthvað jarðskjálfti núna? Já, það var verið að tala um það. Ég veit ekki neitt. Það náttúrulega alltaf jarðskjálfti hér í FM 957 stúdíónu, þannig að við fundum ekki neitt, strákarnir. Það er hárið. Það er bara þannig, en mjög góð punktur. Það er komið hins vegar að dagskrárlið sem heitir Hvort myndirðu frekar. Og veistla. Já, spyrjið drengina þrjá spurningar og já, því að segja hvort við myndum frekar að gera þetta eða hitt. Er þið tilbúin í þetta, drengir? Já, við erum klárir. Og engin viðbjór í dag, ég held að séu nú bara nokkuð þægilega. Aldrei svo vant. Já, ég held að þetta sé bara voða kósí í dag. Og já, hér kemur fyrsta spurning. Hvort myndið frekar fara aldrei aftur á Twitter eða aldrei aftur á YouTube? Þurftið að velja. Já. Varst ekki að segja að það var ekki viðbjóðslega spurningar í dag? Það finnst þetta rosalega erfitt eða? Ég er ekki að spyrja það hvort þú þurfur að láta mömmuðin að pappa lifa, sko. Samt, þú veist, ég vinn mikið með YouTube og mikið með Twitter. Já, þess vegna Þú ert að beða um að hætta þessu. Já, þú ert að velja annað. Já, ég nú verið svolítið aktífur á Twitter, sko. Það er svolítið erfitt að... Ég fer rosalega oft á YouTube þegar ég er komin upp í rúm og er að skoða eitthvað svona. Ég nota þetta mikið þegar ég er að brenna líkarsföt á skíðavölinni, þá nota ég YouTube mikið. Mér er gaman að til dæmis að skrifa bara eitthvað gott nafn og eins og skoða stand-up og eitthvað svona. Ég vil halda áfram að nota Twitter. Þú ætlar að halda Twitternum og þú mátt aldrei fara inn á YouTube aftur. Bless YouTube. Bless YouTube, vá, þetta komur óvart. Ég held að þú myndi velja YouTube, sko. Twitter skemmti mig bara það mikið á daginn og því miður. Steindi, ertu sammála? Ég veit það ekki, þetta er rosalega erfið spurning fyrst mér. Twitterin er náttúrulega mjög skemmtilegur. Þú ert að taka þátt í alls konar umræðum og þú ert svona þú ert alltaf að hendi Já, ég held að vita allir hvað Twitter gengur út á, sko, og þetta upplýsa fólk um það, bara hvort það þarf að velja. En hvað er YouTube? Er það ekki eitthvað svona sem vídeo farið ná og skoðar, eða ekki? YouTube er náttúrulega, hvort velur? Það er rosalega fínt náttúrulega. Það er náttúrulega mjög skemmtilegt að upplóta nýju vídeo á YouTube, til dæmis. Já, ég þarf svar. Já, ég ætla að segja Twitter, ég ætla að segja YouTube. Þú fórnar YouTube? Nei, ég fórnar Twitter. Þú fórnar Twitter, það er bara þannig. Ég held það. Þið voru ekki sammála þarna, drengirnir, enda eru þið sjálfnast. Svo kemur hér næsta. Hvort myndi vilja fá 10 milljarða eða 10 óskir en enginn þeirra mætti tengjast pening? Já, en ég finna að ég verð 10 óskir og ég seti óskir að vera besti fótboltamæður í heimi. Það óbeint skila sér ég shitload cash. Nei, þú endar alltaf eftir 10 óskir með sama pening og 8 í dag. Kjaftaði það? Já, bara regla hjá mér. Hvað ertu að tala um bara basically að hann fengi þá að spila bara eitt leik? Nei, hann er bara besti fótboltamæður í heimi. Hann væri bara með sömu laun og býr í 65 metrum. Frábært. Það væri náttúrulega rosalega humble fótboltamæður. Það væri náttúrulega mjög mikill skellur. En haldi ekki allir í dag og sér tilgangst að fá 10 óskir og maður ekki bara cash. Hvað er tilgangurinn? Ertu að segja mér að eina sem vilt óska er tengt pening? Nei, þú getur sett á heimsfrið og þú getur hendi... Já, en ég get ekki fara á snekkjuna. Þú getur flogið. Má ég fara á snekkjuna? Já, það er ekki ósk. Ég get ekki rætt að snekkja og champagne. Ertu að segja mér að snekkja tengist ekki pening? Ekki bein. Hún er rándýr. Já, býtu, máttu ekki, þú mátt alveg óska. Vá,
þið ekki ná þessu? Þú átt jafn mikið pening eftir allar óskirnar og þú átt núna. Nei, og sömu eignir. En þú ert alveg... Við byrjum alltaf að rífa síðan allt, sko. En þú alveg fara á snekkjublu og borga ekki krónu fyrir það. Já, ok, þú mátt fara á snekkju, en þú átt hann ekki þá. Nei, á hann ekkert. Já, það máttu. Já, þú getur basically fara á snekkju og verið bara, þú getur óskaði til dæmis. Þú getur óskaði bara, ég ætla að vera á snekkju í mánuð. Með Denzel Washington og Matthew McConaughey. Má ég segja, ég ætla að leggja á strönd, ég ætla að vera Benidorm, ég ætla að leggja á ströndinni og ég ætla að segja... Ef þú átt 10 Óskir, ætlar að þá velja Benidorm? Egil, hefur aldrei farið neitt annað? Hefur aldrei farið til Miami? Ætlar að eyða heilli ósk í það að vera á snekkju hjá ensku ströndina Benidorm. Akkur ferði ekki bara frekar inn á Vá og pantar þetta á 70 skall? Er það peningandi sem er að stoppa að fara á Benidorm? Flytur ekki bara inn stikkið við? Nei, ég er með hugmynd. Ég ligg á ströndinu á Benidorm, hvítri fallu ströndinu og gæni að labba þarna eitthvað og segja eitthvað svona Heineken, Coca-Cola, Sprite Zero, ekki heyrt það? Nei, ég bara heyrt Görður sem segja og hann labba til mig, ég segi give me a cold refreshing beer right now síðan kalla ég Matthew McConaughey, gamli berða baki á mér hvað ætla að gera ég? Get ég ekkert valið þetta? Jú, þannig að þú ert á ströndinni og ströndin sem þú velur er að sjálfsögðu ströndin á Benidorm bara as you do þú farið svona og þú vilt þetta Matthew McConaughey bera á baki og þú ert ekki að spáði að hafa Beyoncé Knowles eða í hönnu þarna eitthvað að bera á baki þar nei, Matthew McConaughey þá var ég sattur, lífið leikuðu mig liggjandi í sprautunálum á Benidorm Nei, ég sko, maður má samt ekki það en Beni er alveg snittið, mér finnst bara svo ótrúlegt að hann tala alltaf Beni og sól Elskar Beni, ég elskar Beni En hvort ætlaði að velja? Þú veist, þú getur líka verið Getur sagt líka verið, ég fá 45 cm handleggi right now Já, það er ósk En þú getur líka bara fengið 10 milljarða og væntanlega getur þú bara komið í sambandi með þeim að kona og láta þeim Já, sko, fyrir 10 milljarða getur þú bara eignast Benidorm og áttu bara þessa strönd Akkur varst að flækja þetta svo mikið fyrir hann var alveg að fara að segja óskirnar sko Hvort ætlaði að velja, drengir? Steindi? En ég minna Matthew McConaughey, það er ekkert sjálf gefið að hann verið besti vinur minn og ég er líka pening Þú getur óskað það Þú getur óskað þess að besti vinur En ef hann fær 10 milljarða, ég get alveg lofa því að Matthew McConaughey eða Matthew McConaughey hann er ekki að fara að hanga með Gilstóni í 10 milljarða Er hann kallar allir Matthew McConaughey? Akkur það er ekki að hanga með mér Jú, kannski ef hann kynnist þér ef þú færð með þess að 10 milljarða inn á Benidorm ég held að hann sé þar núna að láta bera baki á sér Við getum hlaupið saman á ströndinni félagarnir skokka saman báði með sikkurinn iPodin Þetta er bara ótrúlegt Þessi spurning bara breytist allt í hennu hvað Egil getur gert á Benidorm með Matthew McConaughey Ég ætla að segja, ég segi óskirnar Þú tekur 10 óskir frekar en 10 milljarða og þú endar alltaf með sama pening átt í dag Já, veistu að ég er bara glaður í dag Ég er að taka skelli, ég er með bakveikan hund og ég er að eyða mjög miklu núna Í nýju íbúðina? Já, ég er komið bara í bullandi kredit nú tekum maður bara dag í einu En hvaða óskir nefndu þá svona 1-2 Hvað er svona ofalega, hvað myndur hendi? Þú lagaði nú bakið á Já, ég myndi náttúrulega byrja með drullusamið pullu Nei, með drullusamið pullu Alltaf ekki eða einn óski pullu Jú, hún er bara eina af fjölskyldunni Ég myndi alltaf laga henni bakið með hvað er þetta maður? Svo er einn rosa óska Þú getur óskað að enginn í kringu ættingi vini verður okkur tíman aftur veikur Já, ég myndi líka óskað með þess að þið myndi báðið byrja að reykja Er þetta grínast? Hvernig getur óska herrið? Þú mátt ekki blanda mér inn í þetta maður Er ég alltaf komið Salem á bakvið sjófuna með þér? Nei, alltaf verður ég bara að sjá Auðun Blöndal bakvið skalla í Árbæri með Salem Get ég óskaði bara blöð sítt þykkt ljósthár Nú erum við að tala saman, þannig erum við að nýta óskirnar Ég myndi óska þess að þú eru nauða sköllóttur það væri Óskirnar að Steinda eru þannig Pulla verður góð í bakinu Ég og Egil byrjum að reykja og Steindi, nei, og Egil verður sköllóttur og ég með þykkt hár Það er búið með 4 Takk, lífið búið bara, takk Lífið búið? Hvernig nenni ég að hanga með þér? Hvað er líf mitt búið? Hvað er að þér? Já, lífið þetta er búið úr í sköllóttur sem að tengist inn í síðustu spurningunni Það líti út þessu rollum það er inn í það Þannig að þú tekur óskirnar Egil, hvort velur þú? Óskirnar Hvað velur þú, kæri hlustandi? Það er gaman að vita, myndur þú frekar vilja 10 milljarða eða 10 óskir? Svo er það síðasta spurningin og talandi um að lífið þitt er búið úr sköllóttur Ég bara vissi það ekki fyrir í dag Gaman að heyra hérna á föstudegi að hvort myndur vilja vera sköllóttir það sem eftir er og bara lífið búið eða missa 30 cm
Ég myndi vilja missa 30 cm. Missa 30 cm? Hvað ertu hár núna? Þetta er líklega auðvelt spurning sem þú kom með. Ég er ekki að vera leiðilegur. Víst, ok, alltaf þegar þú segir ég er ekki að reyna að vera leiðilegur, það er alveg ótrúst, þá textir það samt svo léttilega. Hvað, viljið þú í alveg 30 cm aftur? Ég er 1,78, ég er 1,40. Alltaf að vera 1,48 með hár? Ég er 1,48. Já, það er... Og ég er eins og skóbusti að ofan. Þú getur orðið stöndar innans dvergsins í Game of Thrones. Já, ég meina svona er þetta. Við ættum bara einrum ákvörðun. Við myndum láta taka 30 cm. Nei, nú er það að ljúga, bara til að vera leiðileg við mig. Myndur fyrir ekki að taka 30 cm? Danny DeVito Nei, ég veist að ef ég á að vera alveg hreinskilinn, þá myndi ég missa hárið. Danny DeVito myndur missa hárið? Varst ekki að tala um það? Já, þú myndur fyrir ekki að vera skjóllóttur. Já, takk. Já, er það ekki? Er það ekki líka þannig á þér? Danny DeVito er 1,52. Já, þú er jafn hár á hann. Ég myndi keyra mig niður í 1,54. Já. Sem er held ekki træðilegt. Nei. Vertu þá bara með Danny DeVito. Nei, veist það, ég fór líka að hugsa um þetta. 1,48, ég held að það sé bara ágætis stærð. Já, maður getur ekki tróðið en ég get margt annars ekki gert. Nei, maður getur svona farið inn alls konar hurðir sem maður kennst svona litlar hurðir. Já, þú og Pulla bara saman ekkert með hundahurðin, en þú ert alltaf með þykkt hár, auðmíkjarnir ekkert. I might be anyone, a lone fool. Frón tónlistar og næturklúbs laugardaginn 30. mæ. Sveps gefur drykki frá 22 til miðnættis og jam fram á nótt með DJ Viking. Leiðin í háskólanám í gegnum Háskólabrú Keilis. Umsóknarfrestur til 15. júní. Háskólabrú.is. Dumplings, núðlusúpur, banh mi og bento box. Nam. Nútíma asísk matargerð. Nam nýbýlavegi og Bíldsöða. Í dag býður apótekarinn upp á 20% afslátt af Nicotinell. Afslátturinn gildir af öllum 204 stykja pakkningum og öllum bragðtegundum Nicotinell lyfjatyggigúmmís. Apótekarinn á lægra verði. Hinn frábæra rocksveit Allt J í Vodafone höllinni núna á þriðjudagskvöld ásamt hinni íslensku Samaris. Örfáir miðar eftir. Miðasala á miði.is. Háskólinn á Akureyri eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á nám í nútímafræði til BA-prófs. Nútímafræði við Háskólann á Akureyri. Skemmtilegur félagsskapur, alvöru nám. Háskólinn á Akureyri. Sumarið þitt verður frábært. Fallegar sumavörur fyrir allt frá lautarferð að ættarmóti. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Hjá Bón og þvottastöðinni færðu handþvott og Bón á aðeins 7 mínútum. Komdu við og lefðu okkur að fara mjúkum höndum bílinn þinn. Bón og þvottastöðin, Grjóthálsi. Í dag föstudagur og bátur dagsins pizzabátur á 549 krónur. Subway, ferskleiki okkar bragð. Það opið fyrir umsóknir í Háskólann í Reykjavík til 5. júní. Sæktu núna á hr.is. Það allt að springa út og milljónirnar blómstra í pottinum. Hann stefnir í 30 milljónir á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Hey, þú, bræðlugarnir hjá þér hringdu þegar eru farnir á grillhúsið. Grillhúsið? Þú veist þú vilt það. FM 95 Blö í boði Hamborgarafabrikunar. Það hárrétt, það Hamborgarafabrikan sem býður ykkur upp á FM 95 Blö og já, við vorum að fá óvæntan gest hérna inn í stúdíu, hann var að labba hérna framhjá í flottum jakka og ég kom með hann, ég dró hann einhvern. Þetta svona maður sem var á að draga inn ef hann hérna á vappinu og það hann Logi Bergmann, verður velkominn. Ég reyndar að vinja það ekki erfitt að finna því þetta. Nei. Þú varst ekkert á vappinu, þú varst í vinnunni bara. Ég var í öðrum útastætti. Mér finnst gott að koma og taka 2-3 útastætti í einu. Já, bara klára þetta, enda á létt og létt af þér. Já, velja mér óskalag og létt. Með Celine Dion. Nákvæmlega. Ég elska Celine Dion. Já, hann meiri áttan. Hvað að frétta af Loga Bergmann? Allt frábært. Nú ekki? Meiri áttan. Þú ert alltaf léttur. Já. Það eitt sem ég langaði að spyrja það fyrst þú ert hérna. Ég var að rífast aðeins við drengina. Til dæmis Egill Einarsson, hann vill meina að lífið sé búið ef hann sköllóttur. Nei. Takk fyrir það. Logi getur ekki svarað þetta með þykkasta hár síðu séð. Já, sko, þetta er erfitt fyrir að Loga að koma beint inn í þetta. Þú spurður okkur hvort þú verður til að taka 30 cm af hæðinni. Þannig ég er 1,78, ég er 1,48. Já. Eða vera sköllóttur. Hvað er þú hár, Logi? 1,93. 1,93. Hvort myndir þú vilja vera 1,63 eða vera sköllóttur?
Ég Sko, tæki skallan. Já, það ekki. En samt sko, reynda býtu. Þú ert sko 10 cm að læra nýja. Við erum að tala þú veist, maður að fljúa og svona. Mér veist alltaf þröngt í flugvélum. Já. Og þú veist, slæmur í bakinu. Kannski væri ágætt bara að vera 1,63. Ég held hann bara líka. Ég held að sko, ef þú tækir það 30 cm, þá eru þú jafn hár á sveppi. Nei, ok, ég er sköldóttur. Hvort viltu verið sem ég? Það er basically spurningin. Logi er 1,93 með þykkt dögt hár. Málega það má ekki. Akkur heldur hann sé alltaf léttur. Þetta er mikil fórn fyrir mig. Já, það má ekki gleyma því líka. Það er komið mjög illa fram við lágvaxna kallmenn. Nú, akkur. Já, það er vaðið yfir þá, sko. Fordómar. Þetta eru fordómar, sko. Finnst þið komið illa fram með það? Já, ég hef séð gaur. Ég var á kassa núna daginn því ég er að flytja. Ég er alltaf búin að Þú ert að vinna á kassa á kvöldin? Nei, ég er að bara fara. Nei, ég var á kassa í Bauhaus núna. Ég var að skjóta. Þú átt kassa í Bauhaus? Nei, ég á ekki. Strákar, hætti þessu. Og þá var lítill kall. Og hann var svona lítill kall? Já, bara lítill kall. Varstu á kassa á Bauhaus og það var lítill kall? Í röðinu líka. Og hann var svona, ég var næstur. Afsakið, ég var að spá með þetta spaslitna og það var enginn sem hlusta á hann. Hann nefndi bara svona. Var hann með hár? Nei, vistu það, ég með minnan hann verið sköllóttur líka. Þá var þetta bara þinniðu búið. Hann var sköllóttur og lág. Það er ekki tvennuna, þá er þetta farið, já, þá er þetta búið. Já, það er komið hins vegar að sturlum staðrendum hér í FM 95 blöð. Það er að láta loga þrauka í gegnum það. Já, verður með þetta, endilega. Þetta er elsti og virtasti dagskrárliður frá upphæði. Já, og þetta er eina skiptið sem hún lærir eitthvað að hlusta á okkur. Ég er svo að vera eitt reyndar, ég má nefna eitt. Væri rosalega gott ef íslenska slúðri væri ekki alltaf kl. 5 því þá er ég ofta hlaupin á leikskóla að segja dóttur mína. Já, þú missir að slúðri. En ég missi mjög ofta að því. Akkur hefur Logi Bergmann aldrei verið íslenska slúðri? Hann er ekkert að skýta mikið. Nei, hann er bara ekkert að skýta á sig. Það er bara hann er bara að standa sig vel. Já, svo er líka gaman að segja frá því að við vorum veislustjóraðin daginn og Steindi og hittum Sigga Hlö og Siggi Hlö eitthvað svona, hvað akkur ég alltaf í þessu slúðri þar og Steindi bara svona, já, hefur ekki bara gaman að þessu? Jú. Ekkert gaman að þessu og Steindi, þetta er bara svona eitthvað flippir í þig að reyna að vera svona gæðið að tresa og svona alveg sama en hann er ekkert gaman að þessu og Steindi einhvern veginn svona reyna að láta hann hafa gaman að þessu þetta var pínlegt. En hann var að bata vegi þegar við hittum hann. Það finnst mér að vera eftir seinni aðgerðina. Já, hvað eftir hann steig á hann riðkið að nagla og tekinn á löppin. Hann er bara orðið feskur komin á 2 aftur. Herðu, það eru sturlaðar og fyrsta sturlaðarstaðurinn dagsins samkvæmt stjórnarskráni í Mexíkó mega hálfvitar eða fíbl ekki kjósa. Það er bara mjög eðlilegt. Já, það er flott. Það er góða reglur. Er þetta sturt? Mér finnst það mjög eðlilegt. Og hver metur það, hver er hálfviti? Það er akkurat mjög góð spurning. Það mætti bara enginn kjósa hérna. Á Íslandi? Við erum öll fíbl. Já. Með það máli. Við erum hálfvitar. Það er agalegt að koma alltaf frá kjósa og segja, nei, minn, þú mátt ekki kjósa. Akkur, að því út fíbl. Já, ok. Fegst ekki meili. Hvað hefur þú kosið? Þú ert fáviti, þú mátt ekki vera hérna. Svo er það næsta. Hundar eru með greinda við 2 ára barn. Já. Þannig að eftir 1 ára þá verður Ronja með sömu greindaðistölu og Pulla. Nei, reyndar er Pulla ekki með greindaðistölu. Pulla er, nei, hún hleypur á hurðar og hún er alveg farin í bakinu greið líka. Hún er alveg búin að því, sko. Pulla er heldur með greindaðistölu á hamstur. Já, eitthvað svoleiðis. Ég trú á henni. Ég er búin að fara með hana 3 í hundaskólan og hún tekur sestu og stundum kottu og eitthvað svona, sko, ekkert meira ekkert flókið, sko. Hún er ekkert að leggja stegur og rúla þessu hringi. Ég reyna að fá hana til að setjast fyrir mig og það er aldrei heppnast. Já, maður svona slær svona rassin á hann í leiðinni þá fattar hún. Já, ef þú lemur hana niður þá sest hún. Vá, hvað er hún góður hundur, maður. Þriðja, meðalmanneskja eyðir 6.000 krónum á fyrsta stefnumótinu og þá sá eða sú sem er að bjóða. Mér finnst það rosalega ódýrt, ég verð að vikina. Hvað segir þú, Logi? 6.000 skall? Já, ég held að sé ekki fjari lagi, menn að þú veist, hluti af stefnumótunum er bara, þú veist, pulsa. Já, einmitt. Það er náttúrulega, þú veist, pulsa og svo eitthvað annar í bæjarins bestu og kikki bíó. En ég meina, bíóferðin er bara 6.000. Þú borgar fyrir 2 í bíó. Það er ekki allir sem fá sér, sko, 2 bakka nachos og allan. Bíóferðin er 6.000. Ef þú ferðir nachos, auka sósu yfir nachosu líka, farið miðstærð af Pepsi og 1 Smarties. Það er svolítið sem ég er að rúla með. Það er mitt bíómöns. Ég myndi segja að það væri, já. Nærðu að horfa á myndina? Og svo fæði mér alltaf ís í hlýja líka. Já. Frospinn í hlýja. Svo fæði maður heim alveg með bullandi kveisu, sko. En nú erum við með hérna loksins inn í þessu stúdíu, gáðan mann, maður sem les fréttir. Tölvöld gáðan við þér. Getur lagt hlut á minnið. Já, hvað er svona típist first date, hvað myndir þið segja að það ætti að vera, Logi? First date? Já. Ég myndi alltaf ætti að vera svona, veist, bara svona út að borða, þú veist, steikhúsið, eitthvað svona, bara. Og þá ætti þetta komin í 30 kallin. Það ætti komin í 30 kallin.
það ekki allir með mojito í æð þegar við vorum að borða. 6.000 kall, ertu að tala um það sem þú eyðir, ertu að tala um það sem þú borgar, heldar upp að þeina. Já, fyrir stefnumdi. Þá það nú kannski heilar, ég held að vera það sem eyðir í deytið, sko. Já, þá þetta, myndi ég halda að væri nokkur ódýr deyt hann inn í þessu. En hvað varðum bara að fara í bíltúr, kaupa ís og svona vonast til að lenda í slella? En það alveg dögt. Já, það kannski svona þú ert 17 ára, þú ert 30. Snæli, ég ætla að vona að Sigrún fari aldrei frá þér. Ef að kíkja eitthvað að fá okkur ís og fara í slella. Nei, herru, ég er fesk. Ég hef aldrei farið á date. Nei, það heyrist. Svo það næsta, þú græðir, mér stæsi góð, þú græðir ekkert á að segja öðrum frá vandamáliðinum. 20% fólks er drullu sama og 80% fólks er ánægt með og sért með þau. 80%? Áttu að bara halda kjafti í vandamáliðinum. Já, svona eins og þetta er ekki satt. Ég er góður vinur Steinda. Hann er samum allt. Hann er endalust vælandi með eitthvað vandamál. Bullandi issues. Ok, Luigi, með meiri reynslu með allir inni og hann segir þetta kjaftaði, ég treysti Luigi. Mér finnst það, þetta 80% að allir séu svona innra með sér hlæjandi. Ég er ekki sammála því. Er það nokkuð? Sumir er ábygglega þannig, sko. Já. Það er til fólk sem að nýtu sín þegar öðrum gengur illa. Svo vilja Þórðargleði. Svo kvöldur Þórðargleði. Það er orð sem við aldrei heyrt inni. Þvílík veistla að fá Luigi einhvers. Akkur er leiðminn allt inn að sé verið komin í fimpulfam. Þórðargleði. Já, þegar aðrir gleðjast. Þú erum að gíska orðið. Ég lærði orð í dag. Það er ekki 15 spækur. Hvað er regluð það? Já, sko, Nei, meira svona kannski 1,5. En ámar að vera væli við vandamáli sínum, Logi? Nei, en þú þarft að tala vandam. Það er bara lykill inn að öllu. Það er þetta góður punktur. Ámar hendar þið sálfræðings að tala bara við félaga. Makan og bara, þú veist. Já, það er öllu. Eitthvað að vinni, þú veist. Þið líður betur þegar þú er búin að tala við einhvern Góður punktur. Ég ringi alltaf beint í alla strákana bara, nú er bara allt í ruglima. Ég ringi eldri systir mína. Ef að Logi var ekki hérna blöð, þá varst þú að ráðleika hlustundum að grjóta alltaf kjafti í vandamálunum. Nei, ég er bara að lesa hérna staðrendir. Þá varst þú að mæla með því. Þú ert ekki að reyta af því viskupöld. Ég elling sem að kaupa reypi, sko. Algjörlega. Það er líka alltaf option bara. Auðvitað, tala um vandamálin og eyða meir en 6.000 á fyrsta stefnumótinu. Djúlega gott að loka þetta maður. Annars er maður bara illa lokaður og hundnískur. Lengsta sem hefur liðið á milli tvíbura er 87 dagar. Mér finnst það svolítið mikið. Fannst það svolítið mikið? Já. Svolítið mikið? Hvað, 3 mánuðir? Hvað kjafta er þetta? Glemtist annar eða hvað? Ég veit það ekki. Er þá hægt að kalla þetta tvíbura? Ég þarf að segja að þetta sé horseshit blöð. Það er enginn að fæða... Þetta er styrlust staðurinn. Já, það er verið ábygglega, sko, annar hefur verið orðið að bjarga öðrum af því að hann, sko, hefur lent í einhverju vesenni og hinn bara verið látið inn stækka. Já, hinn komið 3 mánuði fyrir tíman. Mjög góð punktur hjá Loga, enn eina ferðina. Enn viskuperlan dóttir inn. Ég er að segja ykkur það. Gróðþolandi. Hvað varst þú að segja? Þetta verður horseshit? Nei, Logi kom með útskýringuna. Ég tækja með litla butta til að vera með greindaðstöluna slóðabergan. Það er bara hann. Ég nota hann ekki neitt. Það er bara hann. Fjarlæðan strax. Svo er það næsta. Bill Murray hefur unnið 47 velun á ferlinum en aldrei unnið Óskarinn. Já, það er svo unfair. Það var Óskarinn með Kingpin. Það er svo unfair. Já, bara fullt af toppleikari. Já, og eitt besti gamanleikari allra tíma. Já, skemmtileg típa líka. Já, en hann lítur hraðil út. Já. Sástu hvernig hann var, sáu hann á Óskarinn? Já, það letti var það. Hann lítur út á að dáið 92 og bara sé rótnandi. Já, það er svolítið hann. Hann er nefnilega komið, hann lítur hrikal út. Vistu það, það sem hræðir mig alltaf mest er þegar ég sé Hollywood-stjörnuna sem ég er búin að vera að horfa bara frá því að krakki. Þegar ég sé þegar að búm, allt í hennu bara vá, hann er orðinn gamall. Þá fattar ég alltaf bara vá, ég er líka orðinn gamall. Sá hérna Independence Day hérna, hvað heitir hann aftur? Já, einmitt. Bill Pullman? Nei, ekki hann. Ég var að horfa á hann við sjónvarpinu. Ekki Will Smith. Nei, frændan í hérna líka í hérna Jurassic Park eða? Nei, þetta verður að fara að koma í hérna. Hvað með þetta? Independence Day. Hérna, hvað heitir hann? Heitir ykkur? Ég er að fara að græja þetta. Sko, Egill er komin. Skýtna frændan þar. Ég er komin og ég Gauður sem flög upp í hérna. Independence Day. Jeff Goldblum. Nei. Will Smith, Bill Pullman. Nei. Já, Randy Quaid. Já, Randy Quaid. Það er búið á honum, ég er að mynda á honum. Hann er hann eldkast. Það er svolítið búið á honum. Svo finnst mér líka rosalega óþægilegt þegar ég fatt að ég er að horfa á fótboltaleik og mennirnir sem er inn á sem ég tilbyður allir miklu yngri en ég. Minnst eitthvað rámt við það. Ég veit það, þess vegna held ég hef alltaf haldið mig. Ég held áfram alltaf með Alan Shearer og Andy Cole. Já. En það er hérna með Steinda, Logi, það er líka Sturlustarinn sem ég ætla bara að bæta henni og hún er sönn. Það er engin vinur minn og engin sem ég kynst og eiginlega þar með meðtalinn sem að hugsa meir um útlitið sitt heldur en Steindi Junior.
Já. Þú myndir ekki trúa að þú sér það, en áður en hann fer út eða að fara að skemmta eða fara út að skemmta sér, þá var hann fastu við speilin að fikta í sér í hálftíma. Það er búningapartíð á morgun, hann var að spája hætta við að koma í einhvern finnasta búning sem ég heyrta því hann langaði að vera svolítið töff. Hann bara svona, það er ekki töff fyrir það. Ég hef aldrei fengið að vera töff. En málega, ég er nefnilega með þurrk í yfirvararskekkinu. Já, sem engin annar sér. Nei, ég er með koldæksem. Þannig að ég þarf að kroppa þetta af með svona tannstöngli. Vilt ekki frekar bera á þetta? Já, ég er að reyna að gera það. Ég er að fá mig gott krem. Svo kemur hér Jack White safnar skærum. Sturlu starrend. Þessu leiðileg söfnun á þetta. Getur alveg bara safna skiptið með einhverju öðru. Hvað segir það? Skæri. Creepy. Já, bara ógislega. Það er mjög creepy. Yes, ég var að fá ný skæri. Já, ný fönduskæri. Óibarast það. Og svo hérna, síðasta sem er mjög áhugaverð. Það eru til sveppir sem er í lagi að borða, en þeir drepa þig að þú drekkur áfengi eftir það. Já. Hættulegt. Láta bara sveppi eiga sig. Góð regla í lífinu. Mjög góð regla. Þetta voru sturla staðreyndir, sturlar og góðar í dag. Það er svolítið sorglegt að vera út á umferð að tína núna heil. Og virkilega þægilegt að Loga Bergmann með í þeim því að hann veit hvað hann syngur þessi maður. Já, visku perlutan maður. Takk fyrir komin, Logi. Alltaf gaman að sjá þig. I've been spinning out the time. Couple women by my side. Bloodstream. Þetta er snillingurinn Ed Sheeran hér með Rudimental og lagið er Bloodstream. Þakku Loga aftur kjalla fyrir komin, hann gaman að fá hann hérna í stuttspjall. Já, ógeðslega gaman að fá hann hérna í þetta. Hann kom líka með visku perlur og það var gaman að fá eitt svona mann. Já, eitt gáðan með okkur vittlýsingunum. Algjörlega. Talandi vittlýsinga og vitleysu að þá voru við Steindi Junior visslustjórar hjá Bónus í síðustu helgi, síðasta laugardag og við gerum stundum vídeo eða símaöð og annað þegar við förum sem visslustjórar og við vorum að spila hérna 2 sem við gerðum. Þetta tengist einu símaði sem við gerðum hérna fyrir nokkrum árum síðan þar sem að beðum forhúðarost á pítsu. Já. Og að því að við vorum hjá Bónus að þá ringdum við í 10-11 og krónuna og við skulum bara heyra hvernig fólk á krónunni og 10-11 tók í það þegar við vorum að biðja forhúðarost fyrir Eurovision partíð okkar. Þetta er kjánalegt en vonandi skemmtilegt. Tekum aðeins á þessu. Magnúsi. Já, góðan daginn. Daginn. Herði, ég er með veislu í kvöld, Eurovision veislu. Já. Ég var að spá hvernig ost er þið ekki með gott úrval á ostum? Jú, hvað varst að pæla? Ég var að hugsa hvítlauks, papriku og camembert. Ég heyri svo illa í þér. Camembert ostur? Já. Já, og svo var ég að hugsa hvítlauks eða papriku. Já. Og forhúðarost líka. Og svo svona bara, og ykkur sultur með, góða sultur með þessu. Sko, við eigum alla þessa osta, við hefum hvítlausost og paprikaost og mexikost. Já, en forhúðarostinn? Nei, ég held ekki. Ekki, það er skrítið. Geturðu spurt einhvern annan starfsmann þarna fyrir mig? Hvað heitir þetta? Forhúðarostur. Forhúðarostur? Já. Viltu vera fljótvænan? Gunnar. Hvað er? Nei. Við eigum það ekki. Eigið það ekki til? Nei. Nú? Nei. Það er skrítið, það er til í Bónus? Já, það er ekki til hér. Ertu alveg viss um þetta? Já. Hæ? Já, alveg viss. Þetta er bara svona tippaostur? Já, ég fer þá þér í Bónus. Já, ok. Bless. Ói, hvað dálirett. Nei, þetta var fínt. Þetta var viðbjóður. Þetta var fínt. Þetta, þú verður að taka eitt líka. Nei, hæ? Jó, takk eitt. Ég ringi 10-11 þá. 10-11, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Nú er ég með hérna svona Eurovision party í kvöld. Er þið með gott úrval af ostum eða? Já, ég held við séum bara með mjög basic úrval. Ég held að það er allt hérna sem hún fær annars staðar, sko. Já, er þið eru með camembert ost eða ekki? Jú, camembert. Svo vantaði með svona paprikost. Já, við eigum hann. Og hvítlauks, er þið með svo leiðis? Já, við erum með það fyrir þig.
Já, og forhúðarost. Getur þú sagt þetta aftur? Já, hvítlauгsost og forhúðarost. Er þið með svo leiðis? Getur þú hingrað aðeins? Ha? Getur þú hingrað aðeins? Ég ætla að spyrja þér Já. Hann er að spyrja. Ert þú að spyrja tippaost? Hæ, er ég að tala tipp? Nei, hvað það djöfusti svipið er þetta, maður. Ég er farin í bónus. Oi! Laugardaginn 7. júní taka gleði og hamingja völdin í miðbæ Reykjavíkur. The Color Run litarhlaupið í boði lyfjafyrirtækisins Alvogen fer þá fram. Lagt verður upp í 5 km skokk sem allir geta tekið þátt í. Litarhlaupið snýst skemmtilega upplifun þáttakenda, helling af litapúðri og tónlist til að gera daginn algjörlega ógleymanlegan. Hlaupið verður frá Hljómskálagarðinum miðbæ Reykjavíkur og endað aftur á sama stað. Tekið verður á móti hlaupurum með sannkallari partystemningu og litabombum. FM 957 verður á staðnum með beina útsendingu úr uppbytunarpartíunum morgunin til yfir líkur. Verður þú 7. júní í litalaupunni í Hljómskálagarðinum? FM 957 og The Color Run by Alvogen. Farðu á flug með Mentos-tyggjói. Taktu poka af Mentos-tyggjói og slepptu hugmyndafluginu lausu. Smelltu mynd á Instagram, taggaðu hana #Mentosmynd og fylgstu með á Facebook. Þú gætir unnið 500.000 króna gjafabréf fyrir sumarferð með heimsferðum. Mentos. Fáránlega ferskt. Ert þú með bókað frí á mánudeginum? Því stærsta rappljósveit 10. áratugarins Wu-Tang Clan mætir í Laugardalinn á Secret Solstice 19. til 21. júní. Fleiri sem koma fram: FKA Twigs, Kelis, Gus, Ham, Enzimi, Hjálmar, Valdimar ásamt 150 öðrum listamönnum. Ekki láta þig vanta á tónlistaveislu ársins 2015. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Þótt krakkarnir sendi þér áríðandi skilaboð af því þau vantar smotteríinn og reikningin út af bíómiða eða bekkjaramalinu sem þú varst búin að gleyma, þarftu kortið að stoppa til að hvíla þig upp á hæðinni og getur þá millifært með appinu meðan þú nærð púlsinum niður aftur. Við bjóðum góða þjónustu í hjólatúrnum. Íslandsbanki. Sumarið hefur aldrei hljómað eins vel. Nú streymir þú tónlistinni fyrir 0 krónur með Spotify Premium á farsímanetti Símans. Þú getur meira með Símanum. Við notum sérsmíðað Róbata kólagrill til að fá alvöru kólabragð. Við marinerum rifin í sólarhring og matreiðum í 4 klukkustundir til að ná fram rétta bragðinu. Og það tók okkur heilt ár að þróa réttu sósuna með kjúklingavængjunum. Dirty Burger and Ribs, Miklubraut og Austurstræti. Jæja, það allir að tala að Egils límónaði sé algjör snilld. Ískalt. Svona eins og þetta veður. Það nú meiri snilldin. Egils Greip. Náttúrulega biturt. Frá leikstjóra The Heat og Bridesmaids. Let's do this! Damn it! Kemur sumarsmellurinn í ár. Exciting! Með Melissa McCarthy ásamt Jason Statham og Jude Law. He means well. Spy, forsýnd helgina. Það opið fyrir umsóknir í Háskólan í Reykjavík til 5. júní. Sæktu núna á hr.is. Pallaefni í miklu úrvali. Bíkó. Byggjum og smíðum í allt sumar. Rikki G á FM 957. Rikki G, alla virka daga í samstarfi við Serrano. Að ríða inn í sólarlagið á velkemdum astna. Með burrito milli tannana. Serrano. Fresh, happy, max. FM 95 Blö í boði hamborgarafabrikunar. Makaðist ekki vel hjá ykkur? Þetta Miley Cyrus hér með lagið We Can't Stop. Flott lag. Og fínasta sönguna hér á ferð. Frábær. Ég er í tímæli. FM 95 Blö og já, það komið að dagskalið sem búin að vera í ágætis pásu. Varstu reynda með hann daginn? Þú varst eitthvað að selja með það. Hann var búin að vera góður í pásu. Sko, þetta svona dagskráliður sem kemur
óvæntinn, hann kemur óvæntinn af og til, hann gleymist aldrei. Já, og þetta eru augljósa staðreyndir. Það hárrétt. Ég var með sturlaða staðreyndir áðan, en þú ert alltaf með augljósar. Já, ég aðdáandi. Já, málið að ég búin að fá svolítið mikið þrýsting, sérstaklega frá Twitterdum, að fólk að íta á eftir augljósum staðreyndum og vilja fá þær í þáttinn. Þetta bara svo mikil vitleysa. Nei, þetta er nefnilega engin vitleysa, þetta er allt mjög augljóst. Já, ok. Þetta er bara mjög augljósa staðreyndir. Það er það ekki að finna bettaðin eða? Að Mr. Selfridge, bettin verður að vera undir. Hann verður að vera. Ég er að leita á honum minna. Og þú mátt hafa hann svolítið hátt í dag, Jóna. Í dag? Þú ætla alltaf hans í hátt. Já, bara hann má hann ekki vera svona hár. Jú. Það er ekki? Þetta er í lagi. Þetta er mjög skemmtilegt og þetta gerir svona stemninguna. Já, Egill, ert þú klár líka? Ég er klár, Auði, sérstaklega þú, ert þú klár? Ég er klár. Og þú verður að horfa í augun á mér. Af hverju er það alltaf? Þú verður bara að horfa framan í mig. Ég hef svo gaman. Það er ákveðin stemning í því. Já, ég hef svo rosalega gaman að því að sjá viðbröðin leið á þau komin. Jæja, ok, við skal horfa í andlitið þær. Já, þá er komið að fyrstu augljósu staðreynd dagsins. Þú þarft ekki að vera með hund í rúminu til þess að fara í doggy-stæl. Þetta hlæja. Þú þarft ekki hund, þetta er bara stellingin, heitir doggy-stæl. Já. Þú getur bara verið, tvær manneskjur geta bara. Sér hún er augljós eða hún er gaman? Hún er mjög augljós, þú þarft ekki að vera með hund, sko. Nei, það vita það allir, þetta er mjög augljóst. Þú þarft ekki að vera með hund í rúminu til að fara í doggy-stæl. Virkilega öflugt í þær. Maður lærir alltaf. Ertu tilbúin í næstu þetta? Já. Ok, augljósa, númer 2, spurning 2, augljósa staðrendir. Önnur augljósa staðrend dagsins, hún hljóma svona: Transformers myndirnar eru ekki sannsögulegar. Ef einhver skildi að hafa haldið það. Bílarnir voru ekki eins og við leikarar, þetta er bara tölvugert. Já, hvað er þetta rugglaður? Þetta er bara allt saman tölvugert. Já, þetta er bara kjaftað. Þetta var mjög augljóst, það er ekki gaman þessari. Já, mjög augljóst þér. Þá er komið að þriðju augljósu staðreynd dagsins. Hún hljómar nákvæmlega svona: Maurar fara ekki í fermingaveislu. Þeir fermast ekki. Hvað veist þú það? Hefur þú einhvern mann verið í maura heimi? Nei, ég meina, hvernig ættu að senda boðskort og þeir kunni ekki að baka þenni? Nei. Það var eitthvað tertur en það var ekkert að gerast þetta. Nei. Ekki vera svona vitlaus, blöð. Ekki ég vera svona vitlaus? Ég meina, hvernig að bjóða í veisluna? Hverjir, maurarnir? Já, hvernig að senda kort eða hvernig ætlar að bjóða í þetta? Kannski var eitthvað öðru í þessi reglur hjá þeim. Og hvað veist þú nema þeir séu með bóðskort þarna niður? Nei, ekki vera svona vitlaus. Þetta er bara augljósa staðrendir. Já. Maurar fermast ekki. Treystu mér, þetta er alveg rétt hjá mér. Okay. Þá er komið að fjórðu augljósu staðrend dagsins. Christopher Reeve er ekki að fara að leika í fleiri bíómyndum. Ói. Ég get ekki haft að hann er dáinn, sko. Já, ég meina, þess vegna er hann ekki að fara að leika í fleiri bíómyndum. Já, næsta bara. Æ, come on. Það er ekkert heila tíð. Þetta er bara augljós staðarind. Já, það er rétt. Hann leikur ekki meira. Það er ekkert að vera að skjóta niður stemninguna hérna. Ég lækkaði bara í bedunum. Já, ég tók eftir því. Það var óþægilegt. Nei, hann leikur ekki meira. Það er bara augljós staðarind dagsins. Maurar fermast ekki og Kristoffer Íver hættur að leika. Og svo er ég komin hérna. Svo er ég með eitt í lokin. Það er augljós spurning dagsins. Spurðu Egil núna, gerðu það fyrir mig. Nei, ég þarf að spyrja þig. Ég situr hliðin á hann, leikar ekki sens. Hann er búinn að sjá svarið mér. Ég þarf að spyrja þig. Og þú þarf að horfa alveg beint framan með ég spyrja þig. Augljós spurning. Af þessu öllu, það finnst mér spurningar þennar vestar. Já, nei, það eru hrikalega fínar af og til. Augljós spurning dagsins: hvað er rautt í framan og gefur frá sér óhljóð? Þetta er eitthvað geðvægt augljóst. Já, mjög augljóst. Rautt í framan og gefur frá sér augljóst, ég veit ekki, svín. Nei, pabbiðinn að skýta. Ertu sexáðastendi? Grínast, hvað ertu gaman? Pabbiðinn að skýta, þetta er svo mélegt maður. Við erum hættir með þetta. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það eru Utti, Steindi og Egill með ykkur þennan föstudaginn. Og já, það er komið að nýjum dagskrárlið. Það er hárrétt. Já, svona nýjum, ég held við getum ekki fara oft í þennan, en
nýtt er þetta og Sko, ég er svo spenntið fyrir þessu. Ég er stressaði fyrir þessu. Já. Það verður viðkynast. Því að við erum náttúrulega ekki búin að lesa textan okkar. Þetta heitir, engamál hjá okkur í dag. Já. En þetta er ekki engamál dagskrárliðun okkar. Nei, þetta er eiginlega meira svona, kannski, ég veit ekki hvort allir muni eftir þessu, en svona eins og Rauðatorgið og svona þessar date síma companies voru. Já, það sem að fólk bara auglýsa sig á símsölu. Já, þá hringdur inn og sagði, þú veist, já, ég er kannski 50, velstæður kallmaður, ég er að leita konu, ég fíla útivist og bara svona það, veist. Akkurat. Og það gat verið náttúrulega virkilega, það var einn og einn annars sem hringdinn fullur og var erfiður og skrítinn. En það er samt hérna að þú loggar inn á engamál dag, þá áttum umsögn þig líka, það ekki, þú skrifar eitthvað svona þig. Jú, þetta var meira svona Rauðatorgið. Þarna heyrir í röddinni, sko. Og það er sem við erum að gera. Við ætlum að lesa hérna inn auglýsingar eins og við séum að lesa á símsvaran hjá Rauðatorginu. Já, köllum þetta bara Rauðatorgi. Já, það er ekki bara. Já, ok. Og við erum ekki búin að sjá textana. Við sömdum fyrir Egil, strákarnir sömdum fyrir mig og við Egil sömdum fyrir Steinda. Já, mér grunnar þetta verið mjög... Það er reynda... Mér lakar rosalega til að sjá og að heyra Auðun. Við erum búin að draga og það er Gilsarinn sem á að byrja. Já, það er svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Þá er það bara talvan og herðu, það er hérna, þú þarft að lesa bara allt sem stendur hana og þú ert að lesa þannig eins og sért að lesa inn á auglýsingu. Já, en ég má ekki hérna, það er ekki rétti tími til að hneykslast þegar ég lesa þetta. Ég er bara... Já, bara búinn. Auði, þú þarft að vera tilbúin á tökkunum, við þurfum að setja músík undir. Smá tónlist. Já, eins og þetta sé svona einhver svona kveðja sem er búin að vinna í. Einhver Gilsa tónlist eða eitthvað? Nei, við finnum eitthvað kósið hérna. Okay. Er þetta tilbúinir? Þú til, Egil, textinu komin fram Já, hann er komin inn á. Þá byrjuð til þína auglýsingu, 1, 2 og byrja. Sælar, guggur. Eru þau að leita ykkur grjóthörðum, setliti, þá þurfið þau ekki að leita lengra. Er 184 cm af vöðum og ég veit að þeir eru drullu sami á grindaustölu mína. Ég geng undir nafninu DJ Muscleboy, Þykki, Den Störe, Gilsenegger, Gilshöfðingin og ég er ekki nema 35 ára. Jújú, það er vissulega stundum eitthvað vesen í kringum mig en er það ekki þannig hjá öllum? Hehe. Fjölskyldubíllinn minn er 428 hestafla Cherokee eppi því að fyrir mér er það nummer 1, 2 og 3 að vera hraður. Og það vandrar alltaf sem hefur komið fyrir mér, ég glemdi einu sinni gelinu mínu fyrir gegg á Selfossi. Hehe, hefur það komið fyrir þig? Þannig að þú ert að leita að athygli sjúkling sem ekki hræddur nálar og anandróla að þá er ég þinn maður. Jöfullin, það er ekki eina að fara að svara þessari auglýsingu. Voru að reyna, átti ekki að vera highly successful inn á þessari dating-síðu? Highly successful? Við bara þetta er allt satt. Við heldum bara að þín auglýsing er svona. Ekki hræddur nálar og anandróla, hvað er jöfull? Við áttum bara að skrifa. Ég er bara ánlega þessi búinn. Ég er búinn. Já, og þú bullshittar ekkert, annars bara textan. Ég svitnaði svona bara svona á bakinu. Já, það er mjög jákvæmt. En við heldum að þín auglýsing er svona. Þá er það Steindi Junior. Það kom að þér. Detective Stonefucker. Anskotin sjálfur. Tilbúin, ekki líta á textan fyrir en við setjum í gang. Ok. 1, 2 og hvernig er auglýsingin? Hæ. Ert þú Chubby Chaser? Er draumaprinsið þinn strákur sem þú vilt horfa á fitna og hanga með í þingunni? Eða ertu bara að leita skyndikinnu með dreng sem dýfir fröllónu sinum í koktelsósu, svitnar kjötsvita og nennir að reykja með þér á öllum stundum? Hvort sem er, þá er ég strákurinn fyrir þig. Steindi heiti ég og ég er að leita af þér. Er fráskilinn 30 kallmaður með bakveikan hund og óuppgerða íbúð í Mosó. Bíllinn minn er ógíslegur en það geta sittið 2 fram í. Þannig að þú ert til í sveittan burger eða bara hittast á baku sjoppu, einhvers staðar í léttan smók og spjall, þá er ég þinn maður. Kveðja, Detective Stonefucker. Ekki einn að fara svara svona. Þú fara ekki eitt svo. En málega er sko að þegar ég og Detective Stonefucker sömdu fyrir þig, Cash, þá var út af því að ég var svona að reyna að hugsa, ok, höfum þetta þannig að fái date, að fái hérna... Það verður brjálega að gera á þér. Ég skal lofa að það verður ekki. Já, sko, það verður ekki. Nei, sko málega, ok, jú, það er búið að drulla ákveð hérna yfir mig og Egil, en við sömdum bara texta fyrir þig sem er að hjálpa þér. Við vorum ekkert. Ég veit að svo verður ekki. Nei, við vorum ekkert að djóka. En sérðu samt, við vorum líka að hjálpa þér. Við settum ekki inn og verður pervert og eitthvað þannig. Herðu, ekkert svona. Það var ekkert klámdæmi. Herðu, við vorum bara að ræða þetta. Við ætlum að hætta að tala. Ég er að segja, við settum ekki svona. Nei, tókum við ekki fundum dagir í stráku, við verðum að hætta þessu. Það er búið að vera hérna, þetta er að hrjá mig. Það er fólk að tala um þetta. Þetta settum við ekki. Ég er alveg hættur þessu. Hvað áttu að fara að tala um safnið þetta eitthvað með kjafta? Herðu, hættu þessu, þú ert að því núna, þú veist það. Ok, þá komið að Blondale. Ok.
Textin hérna. Býttu settu á músíkina. Já, hvernig á ég að vera bara með röddina mína? Já, verður bara, eins og þú sért, basically. Bara að selja þig. Ég myndi að þú sért bara að reynda að selja. Verður bara að reyna að fá date. Þú ert bara sölumæður. Já, það var þetta komið það. Tónlistin undir og við byrjum. Sælastelpur, cash hér. Já, ég kallar cash. Ég að vera 30 og ég á lausu. Og já, ég veit að það ótrúlegt. Þeir eru heppnar að þessi biti sé ennþá á markanum. Ég skýt peningum. Peningar eru ekki vandamál. Ég frá Söðugróki, átti 0 krónu þegar ég kom í bæinn. Í dag keyri ég Audi og ég var heima á Arnarnesinu. I'm a self-made man. Þetta ekki lagið, maður. Alltaf fram. Þráttur ég lít út eins og rollon, að þá aldrei svitalegt að mér. Ég fer í ræktina, daglega, klikkar ekki. Ég í toppstandi, ég með góða staminu ef þú veist hvað ég á við. Það eina neikvæða við mig ég misti hárið 9 ára. Ég búinn að ná hámarki á dínu og króknum þegar hárið fauk af, en engar áhyggjustelpur, skalli erfisti móðurætt. Takk ég sjensin með cash. Það kostar ekki krónu. Ching, djúfisins. Oi, bara. Oi. Takk ég sjensin með cash. Oi. Alla línur rauðklóa. Þarna seldu við cash. Þarna voru við seldum þið vel. Við seldum þið. Mitt var alltaf vest. Mitt var langvest. Er það grínast? Mitt var langvest. Já, ok. Var ekki vest þegar ég er að tala um ert að leita skyndikinnum með dreng sem er að dýfa fröllunum og í koktelsúsi. Þú gerir það. Oi, bara að leita skyndikinnum með þannig manni þetta. Og einhvern bilaðan bíl og bakveikan hund. Þú ert í toppformi blöð og skýtur peningum, kerum Audi, ekkert vesen á þér sko. Þetta var, Rauðatorgið. Það voru ekki farið í það aftur. Ting. FM 957 og Grillhúsið bjóða í alvöru hamborgaraveislu næsta fimmtudag. Farðu inn á heimasíðu FM 957 og skráðu þig. Þar sem þú getur átt möguleika á að vinna þér inn hamborgaraveislu á Grillhúsinu fyrir alltaf 8 manns. Alla miðvikudaga mun Pétur Valmundar hringja í heppinn hlustanda og bjóða í alvöru hamborgaraveislu. FM 957 í samstarfi við Grillhúsið Tryggvagötu og Sprengisandi. There's only one American bar in Iceland. American Bar Reykjavík. Túborg og Reykjavík kynna. Í 10. sinn á Íslandi, Icelandic Tattoo Convention, dagana 5., 7. og 7. júní í Gamla bíói. 25 tattoo-listamenn sem koma víðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention 2015. Þú far armband fyrir alla dagskrána á Shell bíladögum á Shell-stöðinni Vesturlandsvegi og Shell-stöðinni Akureyri. Skemmtu þér vel og varlega. Shell. Brakandi ferskt grammeti í mjúkri tortillaköku. Ferskur kostur fyrir ferskar týpur. Serrano. Fresh, happy, Max. Snirtivörur á tilboði í Krónunni. Palmolive handsapur 2 í pakka á 25% afslætti. Aðeins 449 krónur pakki. Krónan fyrst og fremst ódýr. Túborg og Reykjavík kynna. Í 10. sinn á Íslandi, Icelandic Tattoo Convention, dagana 5., 7. og 7. júní í Gamla bíói. 25 tattoo-listamenn sem koma víðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention 2015. Í 1 lítra af Floridana Goji eru 72 ný pressu Goji-ber. 72! Ertu búin að smakka? Floridana. Lifðu vel. Ekki lyfta of þungu. Ekki lyfta of léttu. Ekki lyfta úti. Og sama hvað gerist, ekki gleyma að líkaminn þarf hleðslu. Allt vænt sem vel grænt. Lottopotturinn stefnir í 30 blómlegar milljónir á laugardaginn. Lottó, leikurinn okkar. 5 staðir, 1 app. Safran. Það opið fyrir umsóknir í Háskólan í Reykjavík til 5. júní. Sæktu núna á hr.is. Selfie með Túborg. Nánar upplýsingar á túborg.is. Túborg léttöl. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Lokal Borgartúni, lokal Smáralind. Við okkur Íslendinga, Chasing the Sun, það akkurat það sem við reynum. Erfitt eldan hérna á Íslandi, en hún aðeins að láta sjá sig þetta í bænum allavega. En ekki búin að vera mikið að herja okkur upp á síðkastið.
Við vælum ekki við því, heldur ætlum að fara í dagskrálið sem ég er búin að vera að reyna að fresta hérna en Egill fattaði það dagskrálið hans Egills og heitir Spurt og svara. Já, út af því málið ég vil fleiri traileræðin, traileræðin og hættir, þannig í dag vil ég myndir verið kæs, ég vil spurt og svarað og ég vil stuðlag og traileræð fyrir allt saman. Já, hérna kemur alltaf spurt og svarað traileræðin. Thank you. Do you have a problem? Do you have a question? Ég með spurningu, inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, muni dömun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Já, ertu með eitthvað nýtt handa okkur í dag, Egill? Komin í gír. Já, ég er með 2 spurningar. Ok. Yes. Ekki bara að byrja? Ekki bara helst sem fyrst. Virkar þetta ekki bara þannig? Já, einhvern veginn þannig. Það kemur hérna, sæll vöðvasmiður. Vöðvasmiður. Já. Ég þarf aðstóð. Ef ég fæ ekki aðstóð þá er ég hræddur að ég þrauki ekki út vikuna. Það er ekkert annað. Okay. Ég vinn hjá stóru fyrirtæki í bænum. Nýlega var sett upp SÍA til að loka ákveðna síður sem þykja óæskilegar hérna í fyrirtækinu. Eftir það eru dagarnir búin að vera mjög erfiðir hjá mér. Ég hef yfirleitt lokað og læst skrifstofunni hérna og loggað mig inn á ákveðnar síður þegar að stressið yfirtökum mig. Og fengið þá losun við það að fara inn á þessar síður. Losum stressið. En nú er það ekki hægt. Lífið mitt er orðið lifandi helvíti. Bara mjög vel þegar þú getur spurt Steinda hvað hann myndi gera þessu. Nákvæmlega. Pítu, það var ekki búið að setja að stoppa þetta. Það var ekki búið að setja, við ætlum að hætta þessu. Var það ekki orðið planið? Jú, þetta gefur mjög. Ég er að lesa spurningu. Það er ekki að horfa á mér núna. Ég vissi ekki um þetta, sverða. Ég er að lesa spurningu sem er sendt á e-maili á gilsi.fm. Já, ok, og þetta er einhver gæi sem er að fara inn á einhverja dónalega síður í vinnunni. Það er búið að loka það. Það er búið að síja hann upp. Já. Það er búið að síja hann í gang. Einmitt, já. Ertu með eitthvað? Er ég með eitthvað? Nei, ég er ekki með neitt. Hvað ég að segja við þessu? Þú veit ekki með neitt. Ég er ekki að fara náttúrulega síðu til að losa stressina í vinnunni. Hvernig var hann að vita þetta svona grimmist? Hvernig var ég að vinna þetta? Hvað er að gerast þetta? Eðlulegu strákur úr Moselsbæ. Ég segi það. Þetta minnst illa vegi að stefna. Já, þetta er farið að vera unfair. Já, bara eins og þú sért einhver klámyndur. Nú ert þú að taka þátt í þessu. Nei. Jó, þú ert að því. Ég er að segja þessi illa vegi það. Ég ekki bara að fara í næst spurningu. Jó, við ætlum að fara í næst spurningu. En eigum eitthvað að reyna að hjálpa þessum drenga? Nei, við ætlum ekki að gera það. Alls ekki. Bara taka með sér blað eða eitthvað? Taka með sér blað? Já, hann getur kannski bara tekið með sér blað. Ég veit ekki um það heldur. Heldur ég veit um blöð. Hvar varst þú að vinna í gamla dag? Eru þið farið að tala um að ég sé fann að nota blöð? Nei, hvar varst þú að vinna í gamla dag, Steindi? Ég var bara að vinna út um allt. Ég var að mála í 4 ár og ég var að vinna í móum og ég var að vinna í nestek. Komstu alltaf á netið í vinnunni? Nei, ég reyndar ekki. Nei, nákvæmlega. Hvað er þetta að fara með þessu? Nei, ég bara spáði hvort það... Nei, ekkert. Nei, því að ég var einhver svona iðnaðarvinnu. Ég myndi þá fara út í hotni í einhverju nýbyggingu. Ekki neitt. Bara hvað vitleysa er þetta? Það er ekki að horfa með. Það er Egill sem er með hennan vitleyskapina maður. Ég er lungum búin að segja að stoppa spurt og svara. Ég get lofa því... Þú veist hvað næsta spurning er? Já. Einhvað hjálp með skalla? Sko, ef það er rétt. Nei, ég er að segja það. Þá verður að setja, þá held ég að spurt og svara. Ég get lofa því, það eru bara einhverju hamstur og hoppun í bað núna með hárblásar í gangi. Það eru líkurnar á því það sé þannig blöð. Það er búið að vera þannig spurt og svara hérna núna í 3 ár sem er ástæðan fyrir því ég sagði við á lokuðum fundum daginn að við þurfum eiginlega að fara að hætta með spurt og svara. Og þegar við förum í sumafrí núna í júlí þá kveðjum við spurt og svara. En ef e-mailin fara að rinja inn og... Já, þá bara sendur þeim svör á e-mail. Hvernig var það? Ég tek allan að þessa hérna. Sæll Einarsson. Ég er bóndi. Sæll Einarsson? Hann segir það, ég veit það ekki. Já, ég les bara eðlilegt. Ég er bóndi og búin að vera það alla ævi. Bændur eru toppmenn. Bændur og sjóarar, það er menn sem ég ber virðingu fyrir. Já, sammála. Það er lífstíl sem ég er mjög stoltur af. Ég þarf ekki snekkjur, reiðufé og hraðskriða bíla eins og þú til að vera ánæður. Já, velgjart. Ég vaknaði fyrst að hana gal og móka skít, skælbrósandi. Líf mitt hefur undanfarið verið dansarósum, en núna í fyrsta skipti er í smáðurleikum. Það var mjög harðu vetur, eins og vantarlega ekki farið fram hjá okkur félagunum,
og það búið bitna væga sagt á grasjunni hérna hjá mér. Vanalega þessum árstíma ég með þykkt, flott gras út allt. En núna bara nákvæmlega ekki neitt. Nei, grasið sköllótt. Ekki það sem þetta fara út í það. Ég sagði við, ef þetta kemur núna, þá fyrir aldrei í þetta aftur. Ég ekki að grínast. Þetta síðast að spurt og svarað efer. Ef þetta ekki steindi ykkur klámhundi sem hann ekki, þá þetta eitthvað sköllótt. Og hver á spurningin? Þú heyrir alveg spurninguna. Grasið að vera sköllótt, það búið að vera þykkt og grænt. En það var erfiðið vetur. Þannig að nennum að spurja blöð, hvað á ég að gera? Á hann að sá í dag? Já, svona eins og ég sá í skallan á mér hvernig ég geti svara fyrir eitthvað grasblett sem ekki kjaftaði, hann ekki nokkuð átt svo hlægir hann svo mikið af þessu sjálfur hann bara leikur horror og múinu finnst hann sjálfur svo fyndin ég veit ekki, sko verður ekki að reyna að svara hann um þetta ég maður ekki samt að klára ætla bara klára þetta, þú ert öruglega með eitthvað svona shocking hérna í lokin hann segir hérna, já hvert er þú komin? Já, mjög harður vetur, búið einn á grasinu, já. Og hann segir, og ég hleypti beljunum út daginn, og það röltu að túninu, horfðu á það með fyrirlitningasvip og fór svo aftur inn í hlöðu. Það vildi ekki sjá túnið, ekki einu sem snerta það. En það eru æstar í túnin hjá mér þegar grasið þykkt og flott. Já. Það frábært að Auðun getur mögulega að gefa mér smá tips með þetta, þessin. Akkurat. Basically eins og ég vissi það ekki. Beljurna vilja náttúrulega ekkert fara sköllótt grasi, skil það vel, það er ógeðslegt. Þannig að þegar grasið þykkt og flott og þá vil ég að leika sér beljurnar eru bara eins og stelpuna greinlega en myndir ekki segja að þessi bóndi ætti að sá í þetta ég veit það ekki hvernig ætlar þú að hjálpa klámhundunum sem búið að síja taka með sér blöð og iPad bara eða klámrottaðin ég var að reyna að hjálpa þér í dag sko. ég er bara að spá sko hvernig ég veit hvernig þú ætti að bjarga sköllóttu grasi sýnist þér ég verið búin að bjarga haustum á mér mér finnst líklegt sko ef ég fæ að svara fyrir þetta þá finnst mér líklegt að hann ætti náttúrulega bara að sá í þetta og setja svona grænt, setja svona svart neta á þetta þeir gera það á fótboltaöllunum og vökva jafnvel vökva og setja svona svart neta á þetta það ætti að hjálpa hann kom með svarið þessi við kallar hann svar, annað en hinn svo kannski virkar það á gras sem að virkar ekki á hausinu það er að nutta með svona habanero og chilipipar ég reyndi það í halvt ára, það virka ekki kannski virkar það á grasi, ég veit það ekki Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. Einmitt Sia kom fyrir í spurt og svara hérna og þetta síu út einhverja síður en við ætlum að fara núna í lið við vorum að fatta það að við höfum ekki heyrt í hlustendum okkar lengi og það er ágætis veður úti þannig að við ætlum að rifja upp gamlan og góðan lið sem heitir Flauta fyrir flík og það eru bara hlustendur sem kjósa sá sem að fær fyrst 5 atkvæði hann þarf að hoppa út sko, á Miklubraut og við setjum inn á Snapchatið líka já, sko, hérna við verðum hérna fyrir sá sem fer út hann fer hérna út fyrir utan Skaftahlíðina beint út af götu hjá Miklubraut og ef þú hefur ekki tækifæri til þess að koma og flauta flík af okkur eða einhverjum af okkur þá þarf að fara inn á Snapchatið FM95 blå en sko menn fara á fötum þangar til að koma bara á nærböksunar það er bara svoleiðis 511-0957 511-0957 það er ógeðslega þeir líður og fyrstur upp í 5 atkvæði hann tapar svona, nú erum við að gera hringinn það stendur á nærjunum mann líður alveg hræðilega ég hef gert þetta ég gerði þetta í snjóum daginn FM góðan daginn já góðan daginn góðan daginn, hvað segir þú gott? mikli ostameistari hvað segja menn? menn eru hræstir en sjálfur Fittlandi góður bara fittlandi feskir já, hvað er það staður? Erum menn að fá sér? Ég bara er í vinnunni Hvernig vilt þú sjá að hoppa út í Flauta fyrir flík? Mér finnst það að Gilsætt að vara út vel gert Gilsætt er komin á blad eftir þetta hræðilega spurt og svara ég kom með punkt ánægð með þetta atkvæði takk fyrir þetta Unnur takk fyrir fyrstur upp í 5 atkvæði hann þarf að hlaupa út FM góðan daginn Steindi fóði núna halló já góðan daginn góðan daginn
Það gils fyrir ömulegt spurt og svara. Fólk að refsa honum fyrir spurt og svara. Ég ránaði með fólk að refsa mig fyrir spurt og svara. Takk fyrir þetta, Unnur. 2 stig. Hann komið 2, það verður líka bara gaman að sjá Gils en að klæða svo rána úti. Það verður mjög líka spennandi. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Já, góðan daginn, sko, hvað segir þú gott? Hvað er að frella pjallaðin? Hvað er að frella þetta pjallaðin? Hvernig vil þú sjá hlaup út? Ég misti á spurningunni, ég heyrði ykkur bara að segja... Já, það er sem sagt flauta fyrir flík, þannig að sá sem tapar fyrst upp í 5 atkvæði fyrir að fara út og við hendur því á Snapchati. Já, vel gert. Ég var að fíla það svo rosalega rétt á. 2-0-1. Takk fyrir þetta. Já, hei, hann er að spila Come and Get It með Selena Gomez það eftir. Come and Get It, við hendum í því, já. Ok, takk. Við erum orðin svona óskala. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvern vilt þú sjá hlaup út? Heyrðu, það er Auðun. Það er Auðun, frábært. Hann er búin að dölur vektin og svona, ekki? Mjög dölur. Nú er það. Eru stelpur þar að kjósa þegar það vilja sjá þér út? Ekki séns. Jú, þannig að kom það. Jó, það er bara þannig. Það er bara það. Ói, ég er ekki komið 1 stig. Ég var að fatta, ég er ekki komið 1 stig. Þú fær stig. Það er alltaf allstur. Þú ert alltaf bér. Takk fyrir að ringja. Það eru 2-0-2. Annarkort er það að fólk er vel um í dag eða það vill ekki sjá mig byrjun á. Halló. Gils á að drulla sér út fyrir ömulegt spurt og svara. Já, þú erum aldrei ánægð með hlustu. Fólk er ekki ánægð með spurt og svara. Já, þetta hver ekki einn innastráka og gera alveg með það. Læsilegt, takk fyrir þetta. 3-0-2. Halló. Steindi hlýtur vart í núna. Nei, ég held ég sleppi alveg. FM. Þú fær punkt. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver á hlaup út? Ég vil henda Steinda út. Það er vel gert. Hann er komin á blað. Ég held að Steindi komið bakdýra með hennin. Já, ég vona. Takk í 4 í röðun. FM. Já, góðan daginn. Daginn, hver á hlaup út? Er það Gilsarinn? Það er Gilsarinn, hann þarf 1 í viðbót. Takk fyrir þetta, Unnur. Ok, hann þarf 1 enn. FM. Já, sælir. Sælir. Og áður þú svarar, ertu að fara að senda Gilsarinn út? Hei, hætti að hafa áhrif á atkvæðin, piece of shit. Ég er bara að spyrja. Ertu að fara að henda honum út? Nei, hann har gefið Steindi Það er Gilsarinn. Það er Gilsarinn. Glæsilegt. Takk fyrir þetta, Unnur. Hann er komið 5 atkvæði. Við erum að fara að henda inn á FM 95 blöð, snappið. Fólk flautar þegar að sér hann hérna fyrir utan. Áður en að þið, já, bara hlaupið þið út núna. Ég fara oftast út. Hvað kjafta er þetta? Herðu, kjafta, sögðu 3 fyrir ömulegt spurt og svarað. Ég ránaði með hlustendur í dag. Það er bara að vera að refsa. Það var mjög særandi. Já, nú hendi ég í auglýsingar og strax eftir auglýsingar þá heyrum við strákunum að nóti. Wow Air, Doritos og Bóli Kynna. Gabriel Iglesias 25. október í Hörpu á Reykjavík Comedy Festival. Síðast seldist upp á skotstundu. Miðasala er hafin á harpa.is. Hell yeah, that's what I'm saying. If you need to pee, you stall number 1. If you need to take your nasty talk. Sena. Langar því í háskóla en vantar undirbúning? Langar þið að stunda námi í tæknigreinum en vantar grunn í starffræði og raungreinum? Frumgreinanámið við HR er undirbúningur fyrir háskólanám sem hægt er að ljúka á 1 ári. Opið fyrir umsóknir til 5. júní á hr.is. 2 ára afmæli Frón tónlistar og næturklúbs laugardaginn 30. maí. Schweppes gefur drykki frá 22 til miðnættis og jam fram á nótt með DJ Víking. Subway kemur nýjan matseðil af bát dagsins. Nýr bátur á hverjum degi á aðeins 549 krónur. Subway, ferskleiki er okkar bragð. 8. til 10. bekkur athvíð. Sumargleðin 2015, 11. júní í Kaplakrika Hafnarfirði. Forsala miðar hafin í öllum verslunum 10.11 núna. Miða verða aðeins 2000 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Jæja. Það er allir að tala að Egils límónaði sé algjör snild. Ískalt. Svona eins og þetta veður. Það er nú meiri snildin. Egils greip. Náttúrulega biturt. Nýtt tölublað af Reykjavík Make-up Journal er nú komið út. Allt sem þú þarft í snyrtibutuna í sumar, fallegar brúðarfarðanir og spennandi nýjungar. Náðu þér í þitt eintak, frítt í næstu hagkursverslun. Finnst þér vesen að þurfa að vakna snemma þegar þú ferð til útlanda? Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú keypt þér lítið nota Airbus. Eurojackpot, förstu dagur til 4. Enn betra númer. Sama góða þjónustan. 1818. Tvöfalt auðveldara og tvöfalt mikilvægara að muna. 1818. Já er svarið.
Í einum lítra af Floridana Goji eru 72 ný pressu Goji-ber. 72! Ert þú búin að smakka? Floridana. Lifðu vel. Several million earthquakes occur on Earth every year. Warner Brothers kynna San Andreas. Sannkölluð bíóveisla með rock í aðalhlutverki. Oh my god. Frábær sumarsmellur. The Earth will literally crack open. San Andreas. Frumsýnd 3. júní. Flott föt, frábært verð. FNF Kringlunni, Spönginni, Skeifunni, Garðabæ og Akureyri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu í boði hamborgarafabrikunar. Viltu bernesósu með frönskunum? Hárrétt, þú ert að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957. Ég staddur einn í stúdíónu núna því að Egill og Steindi Junior eru farnir út í flautaði fyrir flík. Við þurfum að flauta þetta af. Þetta er ekki, það er alltaf mikið bílum en ég aldrei hérna mikið bílum. Það flautað? Úr? Nei, þetta gengur ekki. Við veitum að það. Hvað er endalaust að flauta? Þetta er ekki hægt sko. Úr flík? Það er aldrei séð svona mikið bílum hérna. Nei, það er bara mjög gott. Það er líka sko, og það er ekki lengur dimmt. Daginn var dimmt. Það er eins og þetta hádegi. Hvað kjafta er þetta? Herru, ég er að heyra fullt af flautum, þannig að hvað ertu búin að fara úr miklu? Nei, ég er bara komin úr peysunni núna. Ég er bara á bollum núna. Það er ekki niðurum með fyrst úr bollum. Fyrst úr bollum? Ég vil ánægð með trafíkina maður. Það er allir að hlusta. Ok, komin á bollum. Ok. Jú, þetta var vant. Mér líður mjög illa. Flautað, flík. Mér líður mjög illa. Þetta er hæðilegt. Hvað er ég að fara núna úr? Skónum það? Já, fara úr skónum. Já, ég er komin úr skónum. Er ekki Steindi að mynda þig fyrir Snapchatið eða? Jó, hann er að mynda mig fyrir Snapchatið. Hann heldur á símanum minna. Þið sjáu þetta nú FM 95 Bló snappinu. Já, flauta. Það er skokkar að koma hérna. Já. Læsaðu mestari. Það er myndataka hérna. Spurning hvað er þetta? Flaut, úr. Já, kæru hlustendur, eða þú eru á Miklubrautinni. Ég fyrir á sokkunum, það er ég ennþá í buksunum. Ég er í sokkunum. Það er búið að flauta þótt og það er ekki að ég fara að rífast úr og með mér. Já, ok. Tekur meistari. Veistla. Tekur smá press á mér. Já, ekki verra. Hvernig staðan er núna? Hann er búin að rífast úr, einhver meistari komin úr líka hérna. Ég veit ekki hvað er að gera þetta. Hvað ertu komin úr miklu, Egill? Ég er komin á öllunum að buksunum. Öllunum að buksunum, ok. Það er mjög vænt að sleppa það að fara úr buksunum. Nei. Ég vil helst að fara í rúða. Það er fínt að segja núna að drösta það bara inn. Flaut, úr buksun. Já, flaut, úr narjónu líka. Ég er að vera festur og ég er allsbyrð á Miklubrautinni. Já, ég er búin að vinna við þetta í 14 ár. Herðu, það var flaut aftur, úr narjónum. Ég er komin úr öllu. Já, úr narjónum. Úr. Það var flautað. Já, ég hefði flaut, narjur. Annar flaut. Nei, þetta gengur. Flaut úr þeim. Drullar úr. Heyrðu, flaut. Þetta er komið gott, má ég fara í flaut, please. Egil, þú verður að fara. Farðu úr narjónum. Ég er ekki að fara úr nærbuksunum minna. Jó, þú mátt halda fyrir bibban. Já, frábært ég þær. Er ekki komið tíma á nýja kæru? Næst farð þú út. Setur alltaf henni í stúdíu á bumbunni. Herðu, það var kostning. Ég má fara í föt núna. Byrju, fólk er að öskra á ég drullum á nærbuksunum. Já, það er allir að flauta þig úr þeim. Það er ekki hægt. Herðu, flaut. Þetta gengur ekki þenn. Ég hef aldrei heyrt þér mikið flaut. Má ég fara í fötin? Ertu komin úr narjónum? Nei, ég er ekki að fara úr narjónum. Ok, settu önnur á hnýi, þá sleppur þú. Þetta er ekki vangið. Ég fara í fötin nú. Þú ert ekki að fara úr þeim, henda önnur á hnýi. Ég er ekki að fara niður á hnýi. Þetta er fara að minna mig á síðasta stefnumóti. Niður á hnýi allavega. Þetta er ekki. Ég er að koma inn núna. Ég fara aldrei aftur út. Herðu, jú, ef þú tapar aftur næstu kostningu. Nei, ég er bara... Ég hef aldrei heyrt þér mörg flaut að vera flautaði úr narjónum. Já, ég er að klæða þeim í hérna. Já, ok. Ég þakka hlustendum kjallaði fyrir að hafa flautað og fínasta hlustun er ég því að það vantaði ekki flautin. Alltaf gaman að heyra það. Það var mjög niðurlægandi. Það var bara mjög skemmtilegt. En hér er hins vegar komið að óskalagi. Það var einn stúlka sem hringdi inn á hann og sendi inn atkvæði og vildi heyra þetta. Þetta er Selena Gomez. Veit ekki hvort hún sé að tala við Justin Bieber eða ekki en lagið er allavega Come and Get It. Hvetjum ykkur að fara inn á snappið okkar sem er FM 95 Bló með OI. Þar sjáu þið flautað fyrir flík. Ég fer ekki aftur út.
Og svo verðum við líka duglegir á snappinu annarkvöld, það nokkuð ljóst. Já, það alveg hárrétt. Dælu inn. Akkurat, það búningapartí ársins. Já, það annarkvöld, það verður stemming. En það komið að lokum hér hjá okkur í dag, búið að vera virkilega gaman, þéttur og skemmtilegu þáttur. Hrikalega þéttur. Og ég var að finna það núna, við erum ekki farið til sumafrí, við erum í júní eftir, fyrir í frí í júlí. Við þurfum að finna góðan dagskrálið þar sem við tengjum hlustendur inn. Ég vil heyra meiri hlustendur. Og líka leyfa þeim svolítið að hafa áhrif á þáttinn, eins og til dæmis núna, sko það voru hlustendur sem sendu Egil út. Já, þú getur ekkert verið pirraður til okkur. Þú getur ekki verið pirraður til okkur. Nei, ég er bara ekki pirraður. Ég veit bara að fá Steinda eða þig næst út. Það bara verið að refsa fyrir hræðilegt spurt og svara. Það er bjart úti. Þú áttu að því það. Síðast þegar fórum ég þetta, þá var dimmt. Sá ekki neitt. Fullt Miklabraut, bjart. Já, en það er samt sko, þú varst að fá fínt veður í þetta. Bara fertur, Allsberg. Fínt veður. Það var ég að fá fínt veður í þetta. Það er bara sól og sumar ég get líka sagt þér það hérna, þú varst ekki Allsberg, við Sveppi hlupum Allsbergin niður Laugaveginn. Það voru Allsbergs. Þú varst líka búin að vökva þér vel þá. Ég var ekkert búin að vökva, við vorum í vinnunni. Já, þú varst ekki búin að gera það smá. Sverða, ég var ekki búin að vökva mig. Ég ætla bara að vera hreinskilnistrákar. Já, þegar þú fórst þarna og ekkert verið að mynda. Nei, ég var sem sagt að rífa flippan af einum bjórina. Einum Solbert? Ég var að fá mér eitt Solbert. Þú átt að skilið? Nei, ég byrjaði að vökva með þess. Mér finnst ég bara eiga skilið, þátturinn er búinn og... Já, mátt ekki vera þunnur á morgun, sant? Það er ágætis veður. En það er komið að lokum, kæru hlustendur, við verðum mættir hér aftur næsta föstudag í glimrandi gír, vonandi höfðu þið gaman að í dag. Hafið það gott helgina og gangið hægt gleðina dyr. Drengir, takk fyrir daginn. Já, og takk fyrir okkur. Ég ætla á þjóðhátíð. Ég ætla á þjóðhátíð í Eyjum. Ég ætla á þjóðhátíð. Þjóðhátíð í Eyjum 2015. Forsölu lýkur þann 5. júní. Tryggðu þér miða á dalurinn.is og láttu sjá þig í brekkunni. Þjóðhátíð 2015, þar sem hjartað slær. Frá leikstjóra The Heat og Bridesmaids. Let's do this! Kemur sumarsmellurinn í ár. Exciting! Með Melissa McCarthy ásamt Jason Statham og Jude Law. He means well. Spy, forsýnd helgina. KFC frumsýnir nýjan rétt, Sweet and Fire. Bragðmikill borgari með krassandi sinnepsósu og Too Hot for You sósu. KFC, svo gott. Það er engin tilviljun að Skoda Fabia skildi vinna Red Dot hönnunarverðlaunin 2015. Komdu og skoðaðu nýja verðlaunagripinn á morgun milli klukkan 12 og 16. Hekla Laugavegi. Langar þig í háskóla en vantar undirbúning? Langar þig að stunda námi í tæknigreinum en vantar grunn í starffræði og raungreinum? Frumgreinanámið við HR er undirbúningur fyrir háskólanám sem hægt er að ljúka á 1 ári. Opið fyrir umsóknir til 5. júní á hr.is. Jæja. Það er allir að tala að Egils límónaði sé algjör snild. Ískalt. Svona eins og þetta veður. Það er nú meiri snildin. Egils greip. Náttúrulega biturt. Sigur á Wembley myndi fullkomna tímabilið fyrir bæði liðin. Tippaðu á Arsenal Aston Villa í úrslitum enska bikarsins. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Hjólaði í vinnuna á virkum dögum, leika sér helgar. Þú færð alvöru hjól í hjólabúðinni GAP Faxafinni. Það er opið fyrir umsóknir í Háskólan í Reykjavík til 5. júní. Sæktu núna á hr.is. Farðu á Roskilde með Túborg. Smeltu myndaður með Túborg inn á skemmtistað, merktu myndina #TúborgTúnlist á Instagram og þú getur verið á leiðinni á Roskilde 2015 með vinahópnum. Frumlegar myndir geta unni glæsileg verðlaun í samstarfi við FM 957 og er fullt af aukaverðlaunum í fljótandi formi. Nánari upplýsingar á túborg.is. Túborg léttöl. Pétur Valmundar, virka daga 2-6 á FM. Pétur Valmundar, alla virka daga í samstarfi við 10-11. Hvenar dag sem 10-11, fljótlegt og þægilegt. Áfram höldum við inn í nýjan tónlistarklukkutíma. It's about that time, y'all. Við spilum bara topp tónlist. Turn it up. Topp tónlistarstöðin. All the hits. FM 957. Það heldur maður klukkan orðin 6 á sem ljómeti vín á föstudegi, svo sitt ég heilsa þér við. Ætlum að vera saman næstu 2 klukkutímina svo. En við ætlum næsta snúkur í óskalag sem barst í getum 5-11-0957 hérna rétt aðan.
Sánasendingahjörð Í amerískum fötum, þambadúu glösum standandi í röði Bankastræti Dýragasbögg klátt í Adidas Með Jónu sem að lítur út svo fajitas Þetta er í life, ég er fokt Verða banki í strætið Bærinn að niðar á lífi Eins og smábarn með njálg Allir að fá sér og spólka þið þáningar sem var því ógrinn að klám upp á njám Og ég er tæpur, sitt með munnræp Þetta vera veistla, beisla Þið búkan bröf beisla Það náður en þú veist að við neistlan Hætt að vera